elsti kúnninn í Gylfa Sigurðsson skólanum. Tækniskóla Gylfa Sig, þá ég mættur. Doksson heilsar á miðvikudagskvöldi, ótrúlegt kvöld framundan, 18 leikir. Vá, þetta eru aldrei áður verið gert, 18 leikir, þess vegna hef ég fengið naflan sjálfan, Gustaf from the Future og Reyndar Sörens. Það var stórt nafn sem ætlaði að koma en Sörens. Þú ert búin að suði mér alla vikuna. Jesús. Við enduðum með Sörens. Það er alltaf leið. Það er bara, við gerum hérna bara sem allra best úr því öllu saman. Dóri DNA komst ekki og þess vegna þetta að ringja út Sörensinn. Herri, áður við förum í þessi 18 leiki, Arsenal buðu á þann í Ollie Watkins. Rétt fyrir alveg fáránlega mikilvægan leik hjá hérna Aston Villa. Er þetta ekki nánast ósmekklegt? Já, svona víst. Það stutt í að gluggi loki, það ekkert margir dagar til stefnu, það annarkvort bara bjóða þær í hann eða ekki og skiptir ykkur máli hvernig leikir og 3 dagar fresti, þannig að nei, þetta er bara... Þetta er kalt teikjaður, nei, kalt, þetta er þú kaldur við á. Já. Þannig að þið fannst ekki það þessu. Gluggi lokar á mánudaginn, þannig nei. Ollie Watkins, það var hafnað þessu tilboði sem var upp á hvað, 60 það? Já. Það var upp á 60 milljónir punda. Svo gæti það líka bara verið að sína stuðningsmönnum að þeir sé að reyna á markanum og þeir, sé ekki sátti með hópin. Heldur betur. Og að kíkja á leikina strákar sem að eru framundan og hér er leikur Barcelona og Atalanta. Barcelona, það er svo sem eina sem er undir hjá þeim er að halda öðru sætinu eða ná því efsta. Wojciech Stenson er þarna í markinu. Er þetta ekki alltaf eftir bókin? Já, vantar Lukman hérna hjá Atalanta, hann er eitthvað meittukallinn held ég. Og annars er þetta nokkuð hefbundið. Það held ég. Við sjáum að chatið er farið á flegiferð. Chat! Komið með fyrsta gólskórinn. Fyrsta gólskórir kvöldsins 100 €. Fyrsta gólskórir kvöldsins 100 €. Skoðum næsta leik, það er leikur Bayern og Slovan Bratislava. Sörens Bratislava lið, er þetta ekki eins og áttu vona? Já, vantar reyndar að djúpa miðmannin hjá þeim. En jú, þetta er bara hefðbundið og... Er þetta Kevin Wimmer sem var í hérna Stoke og Tottenham? Já, þetta er hann. Er þetta hann? Ég veit það ekki. Muni ekki eftir alveg hörmulegum austuríkismann, var skettur hann? Ég man eftir hún, ég man samt ekki hvað liðan var. Nei, en allan, hann er þarna. Stanisic í vörninni hjá Bayern og Kim með honum. Þetta er Kevin Wimmer. Sæl. Nafli, þetta lið hjá Arsenal í kvöld. Hvar er Kai Little Havertz? Ég minna, hann lítur bara ekki að vera sáttur. Hann er bara á bekknum og spurning hvort að Raheem Sterling, hvort að kíkja svolítið kvöldið hans. Já, það er einhverjir að spá því. Já, Netto komin í markið. Já. Netto maðurinn, Girona á móti Arsenal nánast svona komnir áfram. Nú, við kíkjum á PSV og Liverpool, þeir eru hérna, Arne Slot sagði, hann var í 99% viss að þessi leikur skipti engum máli. Svo kom hann daginn eftir og sagði, ég er 100% viss. Já. En er ekki meistaradeildin svolítið að klúðra þessu? Af hverju er ekki bikar fyrir deildarmeistarann sem er náðist toppsætinu? Já. Eða, og líka bara regular season MVP award, bikar fyrir það sem endi í fyrsta sæti. Elskar hvernig þú hugsa. Ég er búin að hugsa í allan dag, þetta er búin að gera með bilan, að það sé ekkert undir fyrir passa á... Það er bara búin að vera 8 leikir, sko. Já, það er samt. Já, hvað með það? Þetta er bara deild. Þetta er fínt sample size. Þessi leikur skiptir máli. Já, þessi leikur, þetta er mikilvægasti leikurinn eiginlega í kvöld. Sjáu að vinstri kantinum Kristoffer Solis, ég held sem fyrir samherji Sverris hjá PAOK. Það var gæinn sem fór í ensku deildina í fyrra var eitthvað... Norwich, já. Já, var ekki Norwich. Kallaði gulldrengurinn í Greiklandi, en hann náði ekki að slá í gegn á... Var hann ekki með Ísak Bergmann í Düsseldorf? Jú, ekki. Og ég held að þeir hafa verið félagar þar. Þetta er náttúrulega feikilega mikilvægur leikur fyrir Manchester City. Þeir verða að vinna. Já, og Marmús, hann má ekki spila það. Nei, hann má ekki spila fyrir en eftir deildarkeppnina. Við slum halda fagmennsku hér Sörens, þú skallaður inn Já, bara að draga það fram að hann er ekki í liðuna því að hann má ekki vera með, sko. Hann var góður í fyrsta leik. Jölurnar mæta Real Madrid. Hver er, allir Sörens sé nú ekki mest jöllumaðurinn hérna inni, þannig að kannski ert þú sáttu við þitt lið? Já.
Þetta sáttur. hérna, Þetta er svona eftir bókinni. já, þeir eru afturlíkjandi. Heldur betur. Hér er það stóri, sko, ég er með hörmulega fréttir úr þessum leik. Ég er með hörmulega fréttir úr þessum hérna leik, Stuttgart Paris Saint-Germain. Báður liðum nægir jafntefli. Ég veit það. Allt sem við viljum ekki í fótbolta. Enda er stuðullinn á jafntefli undir 3 ef ég mann rétt og þá er helviti líklegt að leikinni leiti oft í jafntefli sem eru með stuðull undir 3. Þetta eru 2 lið sem geta spilað helviti góðan sóknarbolta. Ég er að vona að þetta verði hérna allavega 4 framan á og svo kannski að 70. mínútu og staðan 1-1 eða 2-2 að liðin verða kannski aðeins varkar þá en allavega ekki byrja frá fyrstu mínútu að pakka í vörn. Að verja eitthvað. Þessi sögulegi leikur er að fara af stað. Ég sé að margir er að tippa á Dans skori fyrsta markið. Já. Mér langar að kíkja á eitt bett með ykkur. Förum á Epic. Skoðum fyrst fyrir geðu okkar pick. Ég hafði þetta einfalt, ég hitt á 10, sástu þegar ég hitt á 10, ég bjóst alltaf við einhverju vídeo frá Bullis þetta, hann kom aldrei. Þegar ég Charlton, Cardiff og eitthvað annað impossible dot svo datt inn. Þetta er byrjað, en við skulum samt skoða eins pikkin okkar. Við letum Sörens bara bíða, en Grassi, þú ert með stóra seðil. Já, ég ákvað að hafa kredit aðeins, þetta er ekki oft sem maður fær svona mikið að leikjum sama kvöldið, þannig að maður nýtti nú bara það sem var í boði. Það er nú engin eitthvað drastist annars, sko, hæsti stöðullin er 1.77, bæðileg skora ekki í leik bæðilegu hvað svona Sparta Praha sem ég veist ágæti stöðul með hvað getur munurinn og leiðunum er mikill. Ég verð nú ekki ræna athugasemd við að taka 1.18 á undir 4 í Girona Arsenal. Já, Þú gæti fengið þig bakið á eftir. Nei, ég held að Sterlingar á kantinum. Hann er beittur. Þannig að nei, ég er ekkert óðalega, hef ekkert miklar ágjör af því. Ég hef ágjör á að Arsenal vinni Girona. Ég sagði eftir að maður hafa séð liðið. Hér er mikil þoka. Við erum að fylgjast með öllum leikjunum. Það er Manchester City á aðalskjánum hjá okkur, svo flökkum við á milli valla, við erum með þetta allt saman í gangi. Hér er specials, það er þetta sem ég langaði að sína þér hérna, Gústi. Já. Ég hef aldrei pælt í fjölda sendinga en ég er að predict death by possession. Já. Ég get alveg viðurkennt að ég er mikið að hluti sem ég spá í en þetta er líka ekki eitt af þeim. Þetta er líka mjög leiðilegt bett að vera á. Ég veit það, en ég var bara að þeir eru að fara að rúla boltanum og endarast á milli sín. Við tökum update á svona 60. Hvað er hann komin í? Við erum með DiCaprio í að vakta mörkin. Hann gargar þetta allt saman inn leið og þau koma. Og við býðum enn eftir fyrsta markinu, það eru tæplega 2 mínútur komnar á klukkuna og Manchester City leikurinn er að þróast annars við heldum, þeir liggja á þeim. Nú það er mögulega síðasta hindrun hjá Brugge sem getur reynst erfið. Við vorum með smá bildir. Bettbildirinn, hann er hér. Kíkjum á bettbildirinn hjá okkur félagunum. Ég með eitt óvænt að Erling Haaland skorar Guardiola. Sáuðu Guardiola í leiknum helgina á móti hérna, herru, brúsókna Bildir er næstuðu döður. Hvað minnar ekki Simon Mignolet að fara hérna alltaf reynu? Ég hérna Guardiola, hann var bara hættulegasti sóknarmaður sitt hérna í leiknum móti Chelsea. Rétt áður hann skoraði þá var hann búinn að sleppa þarna, búinn að fá færi rétt á undan áður hann slapp í gegn. Ég trú að hann verði sóttjarfur í dag, sérstaklega í leiksæðið fyrir sigur. Já, við býðum henni eftir fyrsta markinu. Tjattið logar, látið alla vita, deilið þessu, lækið vídeóið. Víti Inter, loka betti, banna að setja Lautaro Martínez, close the bet, bet closed. Er enginn með Lautaro í tjattinu? Er enginn með Lautaro, þetta er stoppan eftir hann segir þarna til hann Dalli Kristjáns Aston Villa mark, fyrsta marki komið. Hver var það? Ég sé að Morgan Rodgers stendur þarna. Einhverju vilja meina sér engin markaskora, var þetta own goal? Það er Rodgers, stopp, hvað segja menn? Ég sé að ég treysti Magga, ég veit ekki með Magga, ég er ekki nokkra shady Magga í þessu lífi.
Morgan Rodgers skoraði fyrsta markið auðvitað fyrir Aston Villa á heimavelli á móti Celtic. Það eru Atletico Madrid. Ég voru að setja hann, já. Atletico Madrid eru búin að skora. Atletico Madrid. Þetta rignir inn. Lilla skora. Lill. Já, já. Lill búin að skora. Lill búin að skora. Voru við ekki með oversara? Jú, jú. Lill eru búin að skora. Það er ekki Hákon á bekknum. Já. Það rignir. Það er rignir í mörgum. Ég er með að komi sléttala í mörgum kvöldsins. Þetta lítur vel út. Já, það er svona, þetta eru mín bett. Cointossið, sléttala, oddatala, rauður, svartur. Þetta eru bett sem ég hef gaman að. Ok, förum aðeins yfir þetta í róliheitunum. Það eru komin mörk. Það er 1-0 fyrir Aston Villa. Það voru fyrsti markasvona og Morgan Rodgers. Okkar menn eru að fara yfir vinningsafa þar. Lill eru komnir yfir. Var það Hákon Haraldsson? Það er eins að vita. Það er 2-0 Villa. 2-0 Villa. Wow. 2-0 Villa. Engin afsláttur. Það var aftur að með sýnis Morgan Rodgers að koma þeim í 2-0. 2-0 Villa. Ói, hvað þetta var velgjört. Já. Verði þetta, drengur. Á næstungina, það er deflection. 100 plusmörk í kvöld. 100 plusmörk í kvöld. Wow. Nei. Góð byrjun. Þetta er rosalega byrjun. Var ekki línan svona í 59,5? Já, 18 leikir. Loka umferðir í deildakeppnum og öllu svona er alltaf frekar stiktar. Já. Já. Samanlagi. Lill, hver skoraði fyrir Lill? Hákon er á bekknum. Ok. Skiptir engu hver skoraði fyrir á. Nei. Nú, ég ætla að biðja Steinda afsökunar. Hann sagði daginn eitthvað að Gunni myndi berjast í mass og ég hlóaði. Hann er að fara að berjast í mass. En hann ætla að meiðist í einhverju kampi fljótlega og það kemur einhver úspekin fyrir hann. Dóri retæraðan hérna í byrni. Já. Kevin Holland. Kevin Holland. sem hann var að gera berjast við. Já. Herðu, ok, reynum að halda haus, segir Gunnar Birgisson. Það er búið að snuða á meina vítaspyrnu. Nei, sláinn. Björgvin Helgi er vinnarinn. Björgvin Helgi Hannesson, 100 euro ammunition. Ammo er stytting fyrir ammunition. Nú, nafli, 100 plus berries í kvöld. Sléttala, oddatala. Berry. Held ég, fæði klæði og Air Force skór. PSG mark. Paris Saint-Germain eru komnir yfir á móti Stuttgart. Það er að segja, já, Kasperinn eru komnir yfir á móti Stuttgart. Hér heyri ég sjálfum mér, það er gaman að heyra þetta í sjálfum mér strákar. Ok. Það kveikir vantarlega eitthvað í leiknum, sko. Já, kveikir í leiknum. Ok. Flikk og fjær. Er þetta minn maður Brandli bara kóla? Ég er alltaf að tala um það strák. En Gústi, hvað heyrðu þú fyrst að þessum drink? Já, þú talaði nú einhvern tímann um hann. Er þetta Sörenstrákur? Já. Búlis, fáum töfluna. Eigum við töfluna eins og hún stendur ákveðat núna. Við skoðum svo brakketana og allt þetta í hálfleik. Kíkjum aðeins á töfluna, hvernig staðan er ákveðat núna. Staðan ákveðat núna með þessu skoruðu mörkum og öðru slíku. Þá er Lill komnir í topp 8. Aston Villa er í topp 8. Atalanta er út. Bayer Leverkusen er út úr topp 8, það er að segja. Og Stuttgart hanga inni meðan Manchester City er ennþá að gera jafntefli. Bayern mark. Bayern eru komnir yfir. Við vorum ekki konum með markaskorari hjá Atletico Madrid, var það? Hver er markaskorari hjá Atletico Madrid? Simeone, sonurinn, setur hann. Og vorum við búin að sína live töflu fyrir árundur líka. Ok, mjög flott. PSG, já, 1-0 þar. Er Duran, er það Al-Nassr múfið, er það að rúlla í gegn okkur núna? Það getur ekki verið. Já, það er allavega að vera að ræða það. Hann á sér draumum að spila með Al-Nassr og já, við vorum að sjá hérna aftur bara vítið hjá Inter. Það var ekki merkileg spil. Áhugavert viti. Bara negla. Já, við býðum enn eftir marki hjá Manchester City. Manchester City er úr leik í meistaradeildinni ef þetta endar svona. Og við skoðum brackets. Já, það er brackets núna. Leipzig mark. Þetta er alltaf farið til bókinni allavega einn staðin ákveðat núna. Þetta getur verið hörmulegt kvöld
fyrir menn er svo Epic sem eru með sportbók í gangi því að það er alltaf að ganga með favorites Heldur betur Leipzig búin að komnir yfir skýrðu út fyrir fólk í brackets Gústi í Champions League brackets virka bara þannig að þú veist, það er allur gangur því hvorum megin þú getur lent en ef þú endar í fyrstu 2 sætunum eins og Liverpool og Barcelona Feyenoord jafna, ok bara þú vilt vera seeded lið þegar þú ferð í brackets, það bara gefur settileikin á heimaölli, þannig að við ofar sem lendir í betri málum ertu, bara upp á framhaldið Feyenoord jafna og það þýðir það að Lille er átt en staðan það er að segja í topp 8 Lille og Feyenoord var svo leikur sem hafði besta tilfinningu fyrir mörkum í kvöld. Já, þú faktaði það. Já, byrja vel. Þakið á Ethan Nwaneri, þú veist Rángstað Feyenoord ekkert mark. Ég var aldrei að ræða þann leik á hann. Nei. Þakið á Nwaneri, gæti þetta ekki orðið bara nýri langa? Maður sem skorar og leggur upp reglulega. Já. Ég held að allan að lofar góðu í ónum og mögulega nýri langa segir Sörensson og hann klikkar nú yfirleitt ekki þegar kemur að þessu öllu saman það eru þetta einhver transfer það að vera að vinna þetta í þessum félagskiptum í dag við erum að er eitthvað að marka okkur að núna strókar Mæ það er ekki mark like subscribe-iði á YouTube takk kærlega fyrir og ég hendi einhvern subscription leik hérna rétt á eftir það er pottjett sjáum að það er ansi gott mark hjá Atletico Madrid hjá Simeone á móti Salzburg væri ekki rétt að múið fyrir Sala að spila með Al-Nassr eða vil ég sjá hann í Al-Hilal hvað er svo mínir menn eru náttúrulega Al-Ali, það eru kongurnir það er Ivan Tóni, Firmino og Mahrez það er gaman að horfa á þá ríkalega gaman að horfa á þá Al-Akli Bayern konur yfir á móti eins og við sögum slóðum Bratislava og það var Thomas Müller með markið lang markaðasti þjóðurinn í sögu meistaradeildar Evrópu markið dæmt af Leipzig við vorum búin að held ég að reyna allan að koma því til skila drengir, getur við kannski syngt bara hvernig staðan er leikjunum bara, er staðan akkurat núna við erum með markakánt á það niður í hotninu eins og sjáuð er ánægð með það, skemmtileg grafík hér sjáuð það eins bara hérna eftir hvað er þetta marga mínútur, 12 mínútur linar og það er víða það sem er komið mark og Leipzig markið var tekið af gegn Sturm Graz en kannski stærsta markið sem er komið í dag eða stærsta, ef svo má segja er hjá Paris Saint-Germain gegn VfB Stuttgart Leverkusen er ekki ennþá komnir yfir á móti Sparta Prag hann er ekki verið að gefa Sparta Prag mikinn séns þar fyrir leik hérna Leverkusen að vera að bæta svolítið við sig Já Við erum að sjá hér Calafiori skora mark fyrir Arsenal sem var dæmt af eða það er allan Rángstað og Varherbergið er að skoða þetta okkur að núna sjáum þetta hann er hann er aðeins er ekki aðeins vinnan Já, vinstri fótur Þetta var klaufalegt því að það var einhver í línni hjá Girona sem glemdi sér Ég hljóta að nú tekna einhverju línu og nú lítið þessu Hvernig hrundi þetta Atletico Girona-lið? Ég veit það ekki Donny van de Beek Var ekki Dovbik farinn Savinho farinn og svo var einhver einn annar ég man ekki hvað hann heitir ég horfði á svo móti Liverpool Atletico Madrid mark Griezmann 2-0 herru, voruð búin að sjá hérna Antoine Griezmann, voruð búin að sjá hvaða nýju skótin hans eru herru Kipsta frá Decathlon hafa ekki séð Decathlon út alla Evrópu hvar sem hún keyrir í Evrópu þá séu íþróttabúðina Decathlon Jú. Ég myndi segja að Kipsta væri svona fyrir efnaminni svona, maður kaupir þetta oft hanska, skó og þannig og hann hefur ákveðið að taka þátt í þessu og verið Kipsta skóm þannig að það er svolítið vel gert Sýnir samfélagslega ábyrgð
Monaco rautt spjald. Fyrsta rauðspjaldi komið. Já. Hvað er fyrsta sem Hjörvar kaupir þegar 18 leikja seðlinn lendir? Þetta er geðveik spurning. Hvað er fyrsta Maður sem vissi að lefi. Mátt ekki segja já nei. Og svart og hvít. Hvað er fyrsta sem ég kaupi? Þú getur nú kannski fluttið í Garabæn. Já, rosa. Spenntu verið því. Spenntu verið því. Ef allt gengur upp. Já, Sörens og Mike. Nei, Það væri ég er góður. sæmilega tríói. Já, það er rétt elli tríó. Hvað myndi ég kaupa mér? Hvað myndi maður kaupa sér, strókar? Það er vantilega að kaupa þess sjónvarp. Já, eitthvað af þeim. Já. Allir myndi ekki kaupa mér eitthvað góðan bát. Fænord jafnaði á móti Lill. Ég veit ekkert hvað með... Mér langar ekki að silta höfinn. Fænord búin að jafnaði á móti Lill. Ég skal segja ykkur það. Já, það eru alltaf einhverjum spurningar innan strákar. Hvað fannst ykkur David Coote viðtalið? Er þið með einhverjum skoðan á þessu? Nei, Kom út úr svo sem ekki, skápnum. sko. Já, bara hvernig það fór hvernig það fór bara yfir sín mál og svona. Já, bara Ekki bara flott. gangi henni vel. Já, Við bara sendur hún hlýjar kveður. hann er að horfa. Gangið vel, Dave. Þetta er samt svona Nýjan driver, taktískt. já, Já. þetta er gott. Ég veit hvað. Fyrir peningin, já. Stefán G. er með þetta. Nú, það var eitthvað aðeins hægsta á markaskorun. Við erum með menni að fylgjast með þessu öllum fyrir okkur. Hvað er mörkin? Þau eru orðin 9. Herru, henda í fyrsta... Það hlýtur að koma eitthvað guldspjald. Alltaf komið raukt. Ok, hendum ég eitthvað fyrsta. Það eru GSA í Já, það var færi. í Inter þarna. Já, Inter, já. Shit. Þetta var rosa. Þarna var dansið maður sem einhverju voru búin að... Þau eru ekki bara að velja leik. Ef að segja næsta enska mark til að hafa þetta eitthvað aðeins aðgreint eða bara. Er það? Já. Ok, næsta enska mark 100 og í þeim töluðu skoruðu Benfica eru komnir yfir, þeir voru með svo 50-50 leik og Benfica eru komnir yfir. Inter er komið í 2-0. Einu færi. Var það dæmt Inter er af? komið í 2-0. Dæmt af mark af City. Já, það var ekki dæmt af, það var bara alltaf aldrei mark, það var svo að sjá hreinu Hörðu. Allíku Madrid að vera að sína markið þeirra. markið. Já, við erum að leita hann. Lautaro Martínez kom Inter 2-0 yfir. Næsta enska mark. Ég er að tala hjá ensku liði. Þetta var frábær pæling. Hjá ensku liði. Dortmund að skora. Við erum ekki að leita að enskum leikmanni. Ensku liði. Frábær markvarslega hjá Gigi Donnarumma. Hárrétt, nei, ekki skrifa Liverpool. Við erum að leita að leikmannu. PSG að komast í 2-0 er að Já, PSG Dembele Flaggið Það er flaggið. Flagga á lofti Stendur flaggið, er komið 2-0? Það er í skoðun Það er í skoðun, það er var skoðun í gangi því að hér Nei, þetta er ekki rangur Þetta er eins tæft og það verður. Ég held að Paris Saint-Germain sem komið í 2-0 getur farið á græjuna hérna. Hvað er staðan? Við skoðum hér markið hjá Benfica á móti Juventus. Skorar þessi, var þetta ekki Pavlítisinn? Jú. Það er bara, hann er ennþá í skjánum Það er ennþá skoðun. Það er pending ennþá. Þessi sem var með þrennu í fyrra áleika á móti Barcelona. Hann heldur áfram. Jú, Sophie, þið verða að fylgjast með hvað er að gerast í Paris Saint-Germain, hvort þessi konur í 2-0, það er ennþá verið að skoða það. Þeir eru on it. Svo má líka láta mig vita ef að Endo fær guldspjald Já. Erling Haaland dans City Foden ekki skrifa Arsenal heldur bara leikmann, ég er að leita leikmanni elsku drengindi mínir, ég er að leita leikmanni Ég ætla að bakka chat upp í þessu, þú varst að flækja þetta allt og mikið næsta enska mark Er að skora af næsti enskum leikmanni markaskorari fyrir ensk lið er ekki gott Þarna sjá hvað dómarinn, þarna hann er að taka ákvörðun þarna Það er að fá Þetta er mark Já, mark 2-0 fyrir Paris Saint-Germain Sé rangstöðuna betur en flestir Ég er með rosalega dögum Ég líka Ég get kallað þetta bara hvernig sem er Ég er með minna eigin vargræju heima á mér
sem ég get alltaf farið í og teiknað og já, Pep Guardiola segir eitt grínari nei, 2-0 Það er ekki komið hérna hjá mér sko það er 2-0, það er staðfest Hann benti allan á miðjuna þetta er mark það þarf ekki að ræða þetta Herðu, þetta er rauðspjaldi það er rauðaspjaldið þá Zagreb yfir á móti Mílan já má ég sjá stöðuna strákar, live staða fæ ég live stöðu ég ætla að fá live stöðu á þessu öllu saman en staðan okkur núna þá eru Borussia Dortmund á leiðinni beint áfram Atalanta, Aston Villa, Arsenal, Atletico Madrid, Inter, Barcelona og Liverpool kannski Dortmund fyrir ofan bæinn eða ekki? Jú, ég getur strákar getur fengið að sjá á mitt, hér er þetta allt saman hér er staðan kannski við finnum einhverja hérna í hálfleik þá skulum við reyna að finna hérna brackets eins og þetta stendur okkur átt núna það er að segja í hálfleik við býðum þetta marki frá Englandi sagði frá því í byrjun hvað var Hjörvar að gera í FG áðan? Þetta er frábær spurning hvað ætli ég hafa verið að gera í FG áðan? Mínu gamla skóla Ég var að sækja eldri strákin og við vorum að fara með hann til tannlæknis þannig að frábær saga Bologna mark Ítalarnir eru komnir yfir Bologna, þeir eru að spila við Sporting já, það er allt hrun eftir að Ruben Amorim er farin út af nú sjá sjá af hverju fór naflin í FG en ekki í lærðaskólan í Kóp það er nú ástæðan fyrir að lærði þetta alltaf erfiður maður þurfti meðalengur til að komast inn í FG ekki í MK Pössum nú hérna orðalag á chatinu við pössum okkur enga vitleysum jú, alveg vitleysari lagin enga dónaskap má ég sjá, við höldum áfram og við erum að horfa hér á jöfnumarki á Feyenoord áðan og sjáum hérna að mörkin eru 15 já, komum 15 mörk í kvöld og þetta er 22 mínútur liðnar af leikjunum og getur stempað í þessu en City er ekki ennþá konur yfir nei, City er ekki ennþá konur yfir eru þeir að þrýsta það? Ennþá 0 í Barcelona, það kemur óvart með að marka flóðir sem hefur verið í leikjum hjá þeim upp á síkastið já, ég var svolítið að treysta á mörk í þeim leik já, lína var þar held ég 3,5 þannig að þeir voru að búast alveg við getur við séð hvort að Barcelona sé að þrýsta bara kíkja momentumið í leik Barcelona eini, þeir eru ekki að þrýsta það er Atalanta sem hafa þrýst meira ég horfi ekki mikið á ítalska en alltaf þegar ég horfa á Atalanta spila þá finnst mér þetta góðir já. það er bara, þetta er svona erfitt lið að vinna sko. þetta er skrítin samansög á leikmannum líka sko. já og Retegui í stuðu já, hann kom fersku tilbaka eftir meiðslin, hann var frá þetta í smá tíma og búin að skora síðan og mætti tilbaka já sko Manchester City þegar ég hef litið á leikin hérna með öðru ögunu þá hafa þær ekkert verið að liggja neitt þannig á þeim ég vissulega kom Gundogan boltanum í markið en annars hefur ekkert verið að gerast þar þannig að það er ekki sem segir mér að ég sé að tapa þessu sendingaveðmáli mínu já, hérna Klub Brugge hérna ég sá þá í leiknum múti Villa þarna á heimaður, þeir unnu þá bara sangjant sko. Þeir unnu þann leik sko. Það var ekkert eitthvað rániðan í þannig þannig að þetta er ágætist lið sko. Já, var það ekki þegar að hérna fekk Tyrone Mings fekk þessu vítið? Jú, þegar hann tók upp ótrúlegt dæmi. Já, það er hérna já, það var sáleikur. En maður spyrir ykkur, hvernig við þetta nýja fyrirkomulag? Mér finnst þetta að vera algjör success. Ég segja bara eins og ég held þetta að sé
Já, ég held að sko eina sem að ég væri til að vera aðeins meira brútal með Manchester City að þeir séu að fara áfram eftir allt þetta högt að þeir séu búið að finna leið til þess að þú veist gott lið, öllu góðu liðum fara áfram sko. Já, þetta er samt svolítið lenskan í Bandaríkjunum líka eins og í NBA-deildinni ertu í rauninni komið með play-in sem er í rauninni, þú veist, að spilar að komast í úrslitakennina. Þannig að það er alltaf verið að reyna að passa að bestu liðin komist í þessu úrslitakenni. Núna ertu með Real Madrid, þú ert með Bayern og City og þetta eru lið sem eru í síðastu umferð og þeir eru ekki öruggir í topp 8 og það er eitthvað undir hjá þeim og sumir ekki konur áfram og þannig að það eru bara af þessum hvað er þetta mörg lið 36 í meistaradeildinni þá voru 25 lið að spila upp og eitthvað af þessum 36 eða eitthvað í kvöld þannig að ég myndi segja að það væri success alltaf. Eina sem ég finnst að klikka á um þetta fyrst og annarsætti í rauninni er eins. Mér finnst að þau eru skilgreina það einhvern veginn betur. Deildameistaratitilinn. Já, við Deildameistaratitil í meistaradeildinni. Sko, við svona þetta svona sýnir þetta, við erum svona menn ágæti svona playoff picture á þetta en ekki alveg eins og maður kannski sko, ef við skoðum þetta aðeins mörkin virðast vera stopp nema að Leoin sé dottin út. Nei, hann er inni Leoin í sambandi. Sjáum við það sko, þetta er staðan okkur núna, þá er þetta svona og ég ætla að reyna að útskýra þetta eitthvað. Þá er það þannig sko að liðið númer 9 og 10 mætir liðið númer 23 og 24 þannig að Bayern eða Milan fær Zagreb. Liverpool fekk víti að maður tekið af. Það er í VAR-checki ákveðt núna. Við Liverpool að fá víti sem er í VAR-checki ákveðt núna. Stopp þá á passið stopp á enska skora. Það er víti staðfest. Liverpool að víti gegn PSV, er ekki Elliot? Er ekki, eða Gakpo? Gakpo? Góti Gakpo. Á móti sínum gömlu félögum, það lítur bara að vera. Conor Bradley segi. Fagnar hann, Gústi? Já, þetta. Já, þú veist. Ég er að spyrja, ég veit ekki. Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvernig mennirnir hugsa. Morgan Rodgers var að setja hann í stöngina og Sala er heima. Sala er heima. Já, Dalli. Hvort þetta sé Dalli eða Dalli? Þetta var Ramsey og fór í varnamann og þetta var ótrúlegt að þessi fór ekki inn maður. Ég veit það ekki. Hann er það confident að seðilin sinn, hann er búin að bóka draumaferðina til Saudi og leika Al-Nassr og Al-Shabaab þann 7. mars. Já. Það er litið fínt. Já. Það er ekki Herru. Já. Chiesa meittur. Chiesa er meittur. Þú var svo spenntur að sjá hann í actioni. Vatn er blautt og Chiesa er meittur. Erum við að fara að sjá það? Er Liverpool búið að skora víti? Já, þetta er bara víti, þetta er meðist þarna í vítinu. Er samt Liverpool búið að skora þessu víti? En eftir að við býðum til að þessi tekið. Gústi, ertu óstættu með ruttaskap PSV í þessu? Við sjáum að hann sé að fara meittur. Það var bara að koma á blindu hliðina eins og menn segja, þá getur ýmislegt gerst. Það er ekki mikið sem er Gústanum upp. Gakpo, já. Cody Gakpo. Mark Liverpool, Cody Gakpo. Fagnar hann? Cody Gakpo, 1-0 fyrir Liverpool. Það er klárt. Nei, hún fær ekkert fyrir að setja á Chiesa, elsku Ingi minn. Særðu Gústi, hann fagnar ekki. Hann fagnar ekki, að verðingu við sína gömlu félagann. Boring. Girona Mark. Ég var bara að segja ykkur þetta. Hvað? Að Girona væri að fara að vinna hann leik. Shit. Ég reyndi að setja það ekki að segja. Nei, put your money where your mouth is. Ég bara leiði því sjónni, sjáu þið hérna. Sjáu þið. Hvar var Nettoinn maður? Hvar var Netto? Býtu. Greiði Gunnar Birgisson. Shit. Sá er lítill núna. Sko. Þeir eru líka í Króatíu treyjum. Já, hann er ekki einu sinni. Og alveg var þetta eitthvað skrítið mark. Sjáum við þetta.
Já, það er ekkert upp úr Chiesa að hafa Oliver Nordqvist og hafi sett það fyrir 5 mínútur síðan. Girona Arsenal. Það var á Girona. Þetta Sjáum þetta. Það var á Girona, maður sjá. Þetta er partí eins og svo oft áður. En þetta er ástaf. Þetta er ástaf. Já, þetta verður ekki mark. En sáuðu samt hvernig hann stóð, hérna, hann var alveg metir fyrir innan hinna í varnarlínunni, Thomas Partey, ekki fyrsta skipti sem hann spila með rétta þarna þegar hann spilar bakvörðin. Ég gerir ráð fyrir að þetta verði tjólkað af. Strákar, þið fylgist með því fyrir mig að Sofa og Steinar Guðmundsson íttu á hérna refresh. Það er hann Steinar er að horfa út á delay. Markið stendur hjá Girona. Markið stendur. Ólafur Karel Eiríksson. Það var að klikka hjá okkur Hjörvar, að klikka hjá þér var græðan. Já, Vargræðan klikkaði þarna, ég sá þetta aldrei beint á. Látið mig bara upp þetta. Hvað er helvitis Ölsen á borðunum? Er þetta orðin einhver Tóta Tyrfingsþáttur? Það er árétt, Sörens var og náði bjór. Sörens í bjórin. Ég segi, Tinnar ekki að horfa á þetta. Nei. Bara fara og náði rétt bjór. Núna. Er það áfellisdómur að allt þetta sé undir á móti Girona? Nei, hann er komin áfram, þannig að þetta er alltaf leið. Ólafur Karel Eiríksson, þú hafið samband við Epic á Instagram. Er ekki verkferðlar þannig? Já, flott. Það er ákveðin verkferðlar hér í Dóttarfútból, eða það er að segja í Dock-sóninu góða. Já, þetta er áhugavert að Real Madrid er ekki komnir yfir. Manchester City er ekki komnir yfir. Þannig að við býðum eftir því. Sjá. Romeo Johnson, Sofacam, spyr hann. Sjá. Er eitthvað markstrókar? Nei, 18 leikir, ekkert marka en þá er eitthvað búið að breytast í töflunni. Ef við kíkjum aðeins á töfluna. Ég ætla að mæla beðja að Steinar Guðmundsson ít á live-takkan. Hann er hérna, þá ferðu live. Og sjá, það er svona lítið breyst en þá Real Mark, mínir menn. Sko, Real að losna þarna við að spila við Paris Saint-Germain. Leverkusen mark. Þetta var varslam. Já, þessi gaur var með hérna Albert í Alkmaar, Bisotto eða eitthvað. Ætla að sé einhverju bekknum svona hjá hverju liði og svona er með live feedi og svona sjá svona hvar anstæðingunum getur vel neitt. Já, hérna sér það. PSG 3-0. Bæðulegum næði jafntefli 8 stað eitthvað. Luis Enrique fór bara inn að leikja að vinna. Bara 2 marka, hérna gólan í þessu leik var mjög lágt. Það var 2,5 eða eitthvað. Strákar, ef að hérna Manchester City skriður inn, eru þeir þá að fara að mæta Dortmund eða Bayern? Það stefnir alltaf í það. 23-24 mætir 9 eða 10. Já. Og sjá, já, boltinn virðist að fara inn fyrir línuna hjá Paris Saint-Germain. Og komnir í 3-0. Nú Sörens betri í Ölsen en á tökkunum segja gárungarnir. Sjáum að boltinn er komin langt fyrir, þetta er ekki goal-line tech. Þetta er mjög sérstætt. Það kemur til að marki hjá dæmt af markið af PSG, það er ennþá 2-0 þar, við erum að skoða markið hérna og Rodrigo á móti Brest gerði þetta frábærlega. Nú, það eru mjög margir iPadar hérna hjá okkur og menn hérna líka að horfa á í tölvurum og allstaðar á það sem er í gangi. Hér ánægð með þennan sem segir að ég minna á Jesse Rodríguez í þessari trifi. Það er ekki slæmt. Það er kongur. Það er til að fara í sprekljóðan bara, þá var maður góður. Hessi. Já, Hessi. Heldur betur eigum að hafa þetta opið í nokkra mínútur viðbót. Við ætlum að biðja síðasta markaskoran í öllum leikjunum í fyrri áleik. Síðasti markaskoran, hvaða mínúta er á þessu akkurat núna drengir? 30 og
33, höfum þetta opið til 39, höfum opið til 40, það verður alltaf að skora í síðustu 5 minútur. Höfum opið til 41. 41. Já. 100 euros. Ég ætla að taka þátt í leiknum. Sjá Lýsi. Listulega. Áttu við ekki eftir að fá marki á Leverkusen eða? Áttu það ekki eftir að koma? Já, Foden. Það er á skjáin. Ég held get ekki Foden skorað þetta mark. Það er ekki sem að segja mig það. Já, síðasta markið í fyrirháleik. Verið duglegir að likea, subscribe, farið í símanni á mömmu ykkar, subscribe þar. Ég þarf fleiri subscribers. Mamma, síman, takk. Þarf að horfa á iPad. Íti á subscribe. Og sjá goal line technology, boltinn er langt inni. Er hann ekki inni? Er það? Þetta er rosalega markvæsla. Það er ekki ekki. En hvernig kom 3-0 þá upp? Hann bara haldið að, ég veit ekki. Ja. Þetta var rosalega. PSV mark 1-1 á móti Liverpool. Hver skoraði? 1-1 hjá PSV Eindhoven. PSG staðfest 3-0. Þeir er búin að heyra þetta nokkru núna. Ousmane Dembele. Bakayoko að skora jafnaði fyrir PSV. Þetta er skemmtilegu leikmaður. Bakayoko. Já. Já, við ætlum að hafa það aðeins lengur opið. Til að fá hann í Newcastle. 18 leikir á sama tíma og þetta er nú bara uppbytun fyrir kvöldi á morgun. Þá eru líka 18 leikir á sama tíma. Já. Atalanta. Sjöfull eru þið segir. Á móti Barcelona. Já. Atalanta yfir. Það er eitt kóngur þarna í sófanum sem er langt á undan hinum. DiCaprio fljótari, mjög hægur hérna í kvöld, múin að vera hægur í kvöld en við erum eitt mann á tánum. Já, fengum þær fréttir að Atalanta eru komnir yfir. Atalanta eru komnir yfir. Celtic að minka munin á móti. Býttu, af hverju þú fljótari strákarnir í sófanum? Já, ég er bara Svo hann er verið í sófanum, það þekki vinnubröðina. Bandvítin er betri um að segja. Já, en strákar, þetta snýst ekki hvenær menn skora í leiknum. Frábært marki á Ousmane Dembele. Geggjamark, þetta var eitthvað marki sem við vorum að tala um á hann. Já, við miðum við klukkuna, GMT klukkuna, ekki leiktímana í leikjunum, þannig að síðasta marki í fyrra áleik er það sem kemur síðast samkvæmt klukkunni góðu. Var í gangi í Atalanta-markinu. Það var í gangi í Atalanta-markinu. Geðvig treyja PSG, sáu hana. Þetta er rosar. Já, það var samfærandi í Paris Saint-Germain. Mjög. Vel gert frakkar. Já, það er ennþá með það sem að við heyrum. Víti, Arsenal. Arsenal að fá víti. Á að reyna að flauta sig enn eitt sigurinn. Er sjá hver að skora fyrir á? Sappa Kostaði? Já. Celtic 2-1. Celtic 2-1, já, vorum búin að tala um það. Já, DiCaprio er vel hægur. Setja hann okkur hraðari síðu, drengi mínir. Getur ég staðfest markið hjá Atalanta? Það er ennþá í var. Það er ennþá í mar. Með vítaspinnunni hérna í Girona Arsenal. Það er ennþá í mar. Það er væntanlega Ødegaard á punktunum, eða ekki? Eða Jorginho. Jú, þeir klúðra. Ha? Klikkuður á vítinu? Fleiri likeið í vídeóið. Það er svona takki hérna sem stendur like hérna, mynd af þömblu upp. Íti á like. Já, þannig komur þetta. Upp, áfram. Like. Sörens, varu Arsenal að klikka vítinu? Þarna. Like. Takk hérna. Hvað skrítið í gangi? Það er eitthvað. Herðu, þetta var ekki markið á Atalanta. Lill 2-1 komnir yfir. Og anskutir, þetta er ekki gott fyrir óverið, Gústi. Atalanta ekki mark, svo það sé bara staðfest hér. Atalanta ekki mark. Óverið í þessu? Ég var með óverið í þessu. Herru, það er VAR-check, possible goal. Hjá Arsenal. Þeir treystaði mikið fyrir vítaspilni. Já, 2-2 það. Celtic 2-2. Wow. Celtic 2-2. Celtic 2-2. Hann er vítaspilndómari. Hérna, nafnið þú vaktar háum í handbolta hjá okkur.
Já, ég er svolítið búin að vera hérna í kvennakörunum líka. Já, nei. Hvað gerist þetta? Ég er búin að vera að vakta það. Það er eitthvað fíaskó í tengslu við þetta vítið þetta. Sjáum þetta Það er víti. 1-1. Það er 1-1. Þetta virtist vera mesta straight forward víti allra tíma Sörens Hann vildi bara hafa spenni í þessu. Sörens streymdi eitthvað fíaskó í kringum vítið en það var ekki neitt fíaskó í Það kringum var eitthvað komin inn í tegin víst. Hérna sjá við Það er líka varnarleikurinn hjá Aston Villa. Þeir sakna hans Pau Torres gríðarlega mikið. Það var verið að taka saman tölfræðina með vörnina hjá Aston Villa með og án hans og það var subscriber tóttublót ég sagði varnarleikur Aston Villa með og án Pau Torres það er gríðarlega munur í hérna hvernig gengur þar 2-1 Liverpool Milan Red Card Liverpool komið 2-1 Elliot maður Harvey Elliot búin að koma Liverpool í 2-1 Varcek ennþá en við höfum það allavega 2-1 til annað kemur í ljós Já, þetta er Amstað. Þetta getur verið mjög tæft Harvey Elliot að koma Liverpool yfir Milan marki undir manni færri, já það er vesen Liverpool staðfest mark 2-1 Harvey Elliot að koma Liverpool yfir Nú sjá Þetta búlarnir hafa ekki verið duglegir á loyalty bettinu það klikkar ekkert á þá sko. Þegar það sé bara stöðlinni 3 bara hvað er að gera Þið hafið 60 sekundur til að subscriba hættu núna að velja út gæja sem er ekki subscriba bara subscriber sem komum til greina 1 mínúta sem það hafið til að finna síðasta markaskoran í fyrri hálfleik það er að vera smá harka í þessu það er eitt hérna sem kallar þetta liv var það er helviti skemmtilegt sko. Ég held að það sé ennþá verið að skoða markið hjá Liverpool. Nei, þeir stöðfestu það Já, ég er með mínar heimil. Ég sá að þetta var rángstæða, ég kallaði það hérna. Ég hef ekki haft rámt fyrir mér hérna í kvöld. Þeir staðfestu markið Þetta getur ekki verið rángstæða með þessa myndir Þetta er ekki rángstæða En sjáum hvað setur Það var sérátt leikin í öðru ljósi Leikurinn lokaður strókar Birkir, lokað fyrir síðasta markaskoran og penda frá Angatýri hver átti síðasta hvað er að enda þetta? Ég var að enda þetta á Rúnari Haraldsinni sem segir Háland Rúnar Haralds búið Rúnar Haraldsson þetta er bara elvuru nafn sko. Þú veist að spá í handboltarum Hjörvar, staðan í jöfn 18-18 í Portugal og Þýskaland Sturm Graz-mark gott að hafa þennan skjá svona strákar, það er gott að hafa þennan skjá svona mjög gott Arsenal-mark Arsenal 2-1, ég sagði að þeir myndi alltaf vinna Varst ekki Girona Under 4 Þetta leikar eitthvað með Girona smá fókus handboltinn segir mig hvernig þetta fór Já, hérna, Danmörk vann Brassana 33-21 Þannig að bara ævintýri Brassa er lokið í ár Þetta var fallegt mark En mann er í að skora Brassa og fallegt mark Já, og Portugal, Þýskaland Það er jaft, 18-18 Og síðan Kvennakarvan, það er hérna Haukar að vinna Grindavík 68-61 Og hörkuleikur Njarvíkingarnir að klára Hamar Þór 8 stemmunur En Skallagrímur Það er bara þessi töluleiki núna Ég held með aðfinnu Það er mitt ég myndi haldi að vera eitt harðast aðdáðandi aðfinn Já Það var skellur í gær fyrir þínu konur Já, það er bara að hluta þessu, það er að læra því Karatellesi Já, ávissin átt Fokkin auðmyndir Já, það er búið að loka fyrir bettið síðasta markaskoran Hver er komið síðan þá? Hver er síðasti markaskoran ákvæmt núna? Envaneri er síðasti markaskoran en staðan ákvæmt núna Gulli Valgis út átt Já, ennum þú varst bara, þetta er náttúrulega bara Gulli Valgis okkar keilumæður hann var bara tilkynnið þetta mentala Nú Já, það er hérna eitt við þetta, maður er alltaf að tilkynna mörk og svo alltaf, já, heyrðu á, tekið af við það Dortmund komnir yfir, sem þýðir að þeir eru komnir í 2-0 komnir í 2-0 hver skoraði fyrirmarkið eftir? Gurassi
Gurassi með 2 mörk þar. Þetta að fara hættulega mikið eftir bókinni. Já. En við býðum samt eftir að Manchester City skori. Hvað Kovacic komið með margar sendingar? Þetta að fylgjast með því eða? Já. 42. Rúlegur með Kovacic 42, já. 42. Haldið áfram að spreyja. Já, þarna var einn. 43 ár. Þetta hörmungabett, hvað var ég að gera þetta? Herðu, Brugge Possible goal Bruce með mark. Herðu, hann er ekki. Herðu Brugge mark. Shit. Brugge mark. Senur. Eitthvað að þessu marki? Senur. Það ekki þessu marki? Ég held að sé ekki þessu marki. Brugge. Þetta Klubb Brugge. Þá seðlinn átt. Getum við séð eitthvað að þessu marki? Er þetta í vartjekki? Er þetta marki vartjekki? Nei. Þetta bara mark. 1-0. Vá. En bettbildurinn hann Já, Hjörvar búin að skemma bettbildurinn. Nei, ekki nema. Jú, að því hann var með Holland mark. Já. PSV 2-2. PSV að jafna. Þetta bara frábært markið. Þetta frábært markið á Klubb Brugge. Gert, það rosa. Á versta tíma. Já, það nú vont að fá. Síðasti markaskoraðin síðasti marka að PSV já. Við erum að skoða hér mark sem að var þetta Sturm Graz eða var þetta Leipzig? Þetta var Sturm Graz held ég. Já, þeir eru eitthvað lifur á móti Leipzig. Markið á PSV. Sett hann upp í þægnandi. Já, glæsað mark. Hver á síðasta marki samkvæmt GMT, samkvæmt klukkunni? Er það ekki PSV? Markaskora PSV á síðasta marki staðan akkurat núna. Það var í gangi Liverpool stuðningsmenn Gárungarnir hendi Liverpool áðan. Við sjáum hvort að það strækja ennina ferðina. Var staðfest mark? Já. Ismail Sebari, það voru einhverju 13 með það, þannig að það er nóg fyrir sófan að skoða. Nei, betur hvað var allt í góð? 3-0. Það er nýjasta markið lítur það. Við verðum að tryggja það að Atletico sér nýjasta markið. Staðfest. Griezmann er síðasti markaskorun í fyrirháleik en staðan akkurat núna. Það er ennþá nóg eftir að þessu hins vegar. Skoðum Manchester City er á leiðinu úr meistaradeildinni, svo það sé á hreinu. Það er svakalt að City kennst ekki áfram. Það er ekki nema 24 lið sem komast áfram. Já. Já, við gekk ágætlega voru 27. seti. Hvað eru mörg lið í keppninni í heild? 36 fyrir ekki. 36. Í 27. seti af 36. Er Hjörvar slappasti bettar og gríslíka? Varst ekki að horfa hérna síðustu helgi þegar ég tífaldaði hérna með markinu hjá honum Viktor Gísla. Var enginn að sjá það? Var enginn að sjá þegar ég neldi Charlton og Þetta er Kela Burner account. Já, þetta er Kela Burner account. Sjaldan launar kálfurinn og allt það. Já. Voru það ekki hendina sem fæði þig? Það er þetta grípa ímsa góða frasa. Þeir Gárungarnir á chatinu vilja meina að fyrirverðandars Pep hafi nú verið heilinn bak við þetta allt saman. Já, það er þetta mikið farið. En hvert er hún þá að taka sína talents? Er ykkur önnulega sem tækir? Hún er eitthvað að gæla við Erik ten Hag núna. Hún er eitthvað að gæla. Þannig að hann er að fara að spila eitthvað rosalegan bolta. Já, en er þetta ekki eitthvað fyrir Óli Gunnar að skoða? Jú, hann skoðar þetta allt. Maður sjá. Já, svakalegt kól hjá Dog. Já, þeir eru byrjað að bakka mig upp. Eiður Gunnarsson og Bílar, þeir eru mættir og að bakka sinn mann upp. Hver að þjálfa Dortmund áttur nú? Var þetta ekki hérna bara gamli leikmaðurinn? Þetta er hérna, tók hann ekki, hvar var það sem Daninn tók við? Var það ekki á Dortmund? Meðan þið var að... Já, getur verið. Sahin var rekinn, tók ekki Daninn við á tímabundi meðan hérna... Ég veit að held að Mike Tulberg sé náttúrulega með á okkur átt núna sko og svo býðu eftir einhverjum öðrum. Það tók eitt leik eða eitthvað. En að svara Gunnar, en maður neri nokkur orð frá ykkur. Já, flottur, mjög flottur. Ungur strákur og getur skorað flott mörk.
Nú, fleiri orðum en maður í mjög góður. Herri, en hérna, við erum ennþá Griezmann eða ekki? Ok. Komin hálfleikur í helming. Já, það er þetta hálfleikur. Við verðum áfram hérna inni í hálfleik. Engar ágjur, við verðum hérna áfram inni í hálfleik. Við hoppum kannski einn og annar, einn af öðrum á klósettið. Hvernig gengur hjá Alfred Gíslasinni og lærisveinum hans? Það ég held að þessi 2 yfir. Það er 1921. Alfred og félagar í Þýskalandi eru yfir. Á móti Portugal. Já. Herri, býtu. Þeir fara þá í Er það Danina. þá Alfred á móti degi undanúrslitum? Nei, Dagur fer í frakkana. Allt út. Í hakkavélina. Er það einhver hakkavél? Ég get að hengi allan leikin. Já, hingur ekki, það voru bara jafnt eftir eitthvað. Það var rosalega. Nafli, nokkur orðum brott fyrir Antonín, þú mun saknas. Já, svolítið. Og ég vona bara hún vegni vel. Það er eitt með mig. Ég vil alltaf að menn gangi vel og öðrum vinnustöðum. Svona mínir lærisveinar. Algjörlega. Gárungarnir núna vilja að Arsenal fari og spila í röndótt á næsta tímabili. Svo það verði alveg eins og Stók. Já. Nú, hálfleikur að dettin á mörgum stöðum. Það gæti nú Það gæti dreiti til það. Er ekki City alltaf að fara að vinna hana leik? Erum við að sjá tækifæri núna Maður er náttúrulega ekki búin að sjá nákvæmlega allt sem er búið að gerast í þessu leik, en með að það sem við höfum séð PSV mark. PSV mark. Veitu hvað, það bætti 4 mínútur við, það voru komna PSV mark. Á 50.1. 50.1. En strákar, við erum að gleyma því ekki að þetta er Liverpool, það er nú alltaf líklegt að markið verður tekið af, þannig að við býðum eftir staðfestingu. Staðfest. PSV komið í 3-2 á móti Liverpool og Pepi Kanin. Já. Kanin. Þetta var trikki, ég held að sé enginn að fara að taka 100 € fyrir þetta. Þetta er strákur sem að Augsburg keypti það ekki á sínum tíma, Gústi. Er þetta ekki hann? Er þetta ekki Peppi hérna? Það er ekki Er þetta ekki Kani? Ríkalega ódýrst. Það eru menn með þetta í tjattinu. Þeir eru öflugir tjattararnir mínir. Gústi, 32 mörk í fyrri hálfleik er svona línan 59,5. Við höfum sem over þar, lítið það ekki vel út? Það lítið mjög vel út. Við vorum að horfa í 3 mörk á meðalleik. Já, það er mikið að mörkum. Ég meina 5 mörk í PSV Liverpool. Já, þeim fer fjölgandi. Conor Bradley own goal, er þá ekki Griezmann með þetta? Já, við ætlum ekki að henda þessum 100 € alveg strax út því að einhverju miðlar, og ég sá nú hvernig Kanin fagnaði þessu eins og hann hefði nú ekki skorað þetta mark. Bíðum aðeins. Það er verið að skoða þetta. Nei, það er búið að staðfesta mark. Það er eins og einn maður sé bara einhvern veginn langt á undan öllum öðrum. Þú staðfesti 3-2 lags. Já. Það er komið aftur í var. Það var confirm, var aftur. Er það lífar? Ég býð aftur. Ef einhver tvöfald var. Já, menn eru mannlegir hérna. Já. Já, ég var að hringi Gunnar Birgis í hálfleika. Já, svona kannski heyri og kannski, hvað er ekki 1-1 samt? Nei, 2-1. Þeir voru ekki komin yfir. Jó, það var ekkert gaman að heyri honum. Nei. Það er skemmtir að heyri honum. Þetta mark virðist nú standa. Staðfest. Nafni, þú stendur vaktina fyrir mig. Já, ég skal taka vaktina. Heldur betur, það eru margir að horfa og Kristoffer Eikóks, hann er að horfa heima í sófanum og hann biður mennum að hólka á City. Já. Er það ekki samt bara fínt bett að 2,05 í stöður á City og bara tímabilið bara undir hjá City sem setni áleik. Ég meina einhvern tímann ef maður hefði verið gefið manni síðustu 7 ára 2,10 stuðul og City í hálfleik undir á móti Brús, þá hefði maður tekið eitthvað og fjárfyrst í því, sko. Já, maður veði sett húsið. En ég meina, er þetta samt ekki, þetta lítur að vera bara gott valjú í þessu með við það, tímabilið lítur að vera bara líninu þarna, við sjáum að eiga er séns í Englandsmeistaratitilinn? Nei, þeir eru ekki séns í hann. Þannig að ef þeir komast ekki áfram í meistaratilinni,
þeir þurfa bara að gefa allt í þetta, ég meina, ef allt eðlilegt þá jafnar þetta fyrir 70 og svo munið bara vera inn í teig síðustu 20. Já. Þið að tala minna um þetta, Búli, setja á City, ég ætla að setja á það. Förum á City. Fólkið. Búlis. Við erum að hafa 4 í þessu. 2,05. Svo var Förum á City. Ég líka alltaf hrifinn að taka hotnin sko þegar menn munu þurfa 2 mörk sko. Rimprotektorinn veit ekki, ég bríti um hnéskilin ef að City klikkar þessu. En það ekkert play-offs fyrir hann ef að City klúrar þessu. Það þá bara þannig sko. Já. Eitthvað hugsið núna að við erum inn í klefa Club Brús. Heldur þessi ekki svona yfir spettir. 45 mínútur viðbót. Hvernig XG-ið hjá City í fyrirháleik? Hvað eru skotin og eru þið með einhverja tölfræði úr fyrirháleiknum? 0,24 á móti 0,77. Og sjáu þið þetta, 0 big chances í fyrirháleik og total shots 6 er við sjáum ekki hvað er on target á því og það farið í all stats þarna, er þetta ekki eitthvað sundulega þarna fyrir neðar, þetta var neðar fyrir neðar top stats þarna, ok. Já, 0 shot on target. Já, en það sem ég sé 70% með boltan. Akkurat. Það þarf að breyta því prófa bara hvað stæli sinna teik. Gundogan, ég held að hann geti brotið þetta upp. Eða Bernardo Silva. Annarkor. Það lítur. Þeir þurfa að breyta einhverju, það verðist að þeir ekki að gera það sem þeir gera í fyrirháleik. Nei, það er rétt sér. Gústi, ef við skoðum mest bara bekkinu mest City. Hver eiga er á bekkinu? Kíkjum á hann. Sjáum við þetta. Hver eiga er á bekkinu? Það er náttúrulega bara 0 og nix sem er á bekknum hann. Jack Grealish, glimtur. Savinho. Já, Savinho. Það er ekki... Ég meina, come on, hver er að fara að koma að inn og skora? Það er bara tveir sem að geta sett inn á. Þú er nú alveg til að hafa þessa leikmenn á bekknum á Old Trafford. Nei. Þessi gæjar var allir í miðasölunni og ég var að stýra ykkur á Old Trafford. Allir með fyrirlega bandi hjá United. Taka innkaust, vítaspyrnur og aukaspyrnur. Jack Grealish, sko, hann er ekki að geta Ég held að McAtee eftir að spila stórt hlutverk í þessum seinháleik. Það er svona einhver tilfinning. Já. Hann muni koma inn á breytir. En þú veist, þetta annars og horfir á þetta. Hann mun mögulega setja Jack Grealish og Savinho inn á. Spurning, þú veist, það er ekkert mikið annað í boði. Já, en Gústi, Scott Carson, betur en Onana. Scott Carson? Slá hann út. Á Scott Carson ekki 2 Champions League titla? Jú, eða ekki. Ég tala það ekki bara fyrir sig. Segir það ekki að þið segja þar. Já, strákar, fyrir nú að skoða stöðuna, getur við séð stöðuna. Þeir eru konir á okkar ferðalag sem ég veit ekki hvert eru að enda hérna. Sjáum stöðuna hérna, hvað Sjáu þessar risa sem eru ekki í top 8. Gaman að sjá líka 9 og 10 eru þýsku risarnir, Borussia Dortmund og Bayern. Hver þeir fá síðan? Maður sjá. Þeir fá væntanlega sigurvegarann. Það ekki 24 og 25? Jú. Ég er ekki alveg að átta mig á þessu því að 9. og 10. sæti er ekki að fara að mæta hvort öðru sko. Nei. Þannig að það voru þetta 9. á móti 23. Já, og 24. 10. á móti 24, já. Ha? Já, það er búið að krydda þetta eins. Já. En getur við séð hérna strákar MLS-vídeói sem ég sendi? Já. Sjáum það, Sörens, ég ætla að sýna hérna myndband að það eru margir sem eru mjög ánægðir með þetta fyrirkomulag, það eru meðal við, en MLS-deildin, hún er ekki sátt með að meistaradeildin sé komin í þetta fyrirkomulag. Finnst þeim svolítið vera bara að ræna af sér góðri vöru. Það er svoleiðis. Já. Það er þá vantarlega eitthvað sem er búið að flækja Nei, sérðu hérna. Sjáum þetta hér, Sörens. That's my bar. He copied my whole fucking flow. That's kissed me through the phone. He copied my whole fucking flow. Word for word, bar for bar. That's my bar. He copied my whole fucking flow. That's kissed me through the phone. He copied my whole fucking flow. Word for word, bar for bar.
That's my Já, hérna eru tveir aðdándir að með lestdeildarinnar að tala saman og þeir eru ekki sáttir með meistardeildina þarna. Nei, það er búið að stela konceptinu. Já. Þetta er ritstuldur. Það var enginn með Antoine Griezmann, þannig að við verðum að spila núna fyrsta marki í seinni hálfleik. Let's go! Fyrst að enginn var með Antoine Griezmann, fyrsta markið í seinni hálfleik. Let's go! Og látið vaða. Nú, er Alfred búinn að vinna þetta? Það er góð spurning, nefnileg. Já, ég sjáum þetta datt út hjá mér á, þetta var smókarsinn, en Körubettið dottið hjá mér, Haukar og Njarðvík sína leiki. Bara þægilegt doppel-upp nánast. Já, bara eins og við viljum hafa þetta. Já. Klassíker. Það er eitthvað smá. Já, við höldum áfram og heldur það að sé einhverja líkur að Dagur og þetta er naglbítur. Alfred mætast. Þýskaland er einu yfir, 24-23. Hvað er mikið eftir? Það er... Sést það þarna? Nei. Það var hana. Já. Fyrsti markaskorarinn í seinni hálfleik er það sem við ætlum að leitast eftir. Það erum að leita eftir. Takk fyrir öll lækin. Þetta skiptir máli. Þá kemur þetta ofar hjá Volki. Nú, Ólísi. Já, Óland, þetta er alltaf að byrja í seinni hálfleik. Strákar. Það er 3 ár eftir ekki? Jú, þetta er 3 ár eftir. Það er 3 ár eftir. 24 og það er 3 mínútur eftir. Portugal 24, Þýskaland 24, 3 mínútur eftir. Ef við ekki aðeins að kíkja Manchester City-leikinn í bettinu, Bullis, og ekki að reyna... Já, við vorum meðan þú varst frammi, þá vorum við að setja á Manchester City. Ok. Við þurfum að gera það sama City í bettinu og þeir þurfum að gera það. Go big or go home. Já. Nei, ég sést. En verið að tímabilið er bara undir hjá City. Það er svona semi. Já. Þeir reyndar ennþá í fyrir elstu og veist. Já. Sjáum þetta hálfleiksbettið. Já. Er eitthvað annað sem við viljum sjá? Ég meina, Barcelona hljóta skora eitthvað. Já. Er ekki ennþá 0-0 hjá þau? Hvað hérna? Já, það var 0-0 þar. Við vorum að skoða einmitt þegar við vorum ekki búin að sjá allan City. Lukman er out. Hann er ekki með. Barcelona, Manchester City er ekki búið að eiga 1 shot on target í fyrirháleik. Það er ekki segir... Hvað er sendingarna margar hjá Kovacic? Já, við þurfum að sjá það. Þeir voru þetta með 70% með boltan, en hljóta voru búin að rúlla hún með eitthvað á Kovacic. Ég hef aldrei pælt í þessu, ég segði bara hvað er mesta sem ættir að tippa á í sendingum, setja á það. Sá þarf að senda hann og eftir. Já, fá hann aftur og senda hann. Þetta er hann, hvað segir þú? Er þetta að fara í gang aftur? Ég syns það var að koma í gang aftur, við erum byrjaðar aftur. Seinni hálfleikur er sumstaðar hafinn. Seinni hálfleikur er sumstaðar hafinn, get ég sagt ykkur. Og sófinn vaktar mörkin. Sófinn vaktar mörkin. Stoppum leikinn. Stopp. Ok, það er nákvæmlega stoppuðu núna. Á hverju eru að stoppa, Birkir? Höldum leiknum áfram. Haldi áfram að tippa, sorry. Ég held að það eitthvað gest. Ég held að vera vítið eitthvað. Ég er með sófan að vakta þetta. Seinni hálfleikur víða hafinn. Má ég sjá, það var náttúrulega mismunandi tímum sem það var ekkert allt sett á stað á sama tíma eins og er oft gert. Nei. Það er nú eins og í Premier League svo regla. Já, mér finnst það gott. Það er mjög góð regla. Slovan Bratislava með herra XG fyrir áleikar Manchester City. Það er nú merkið. Takk fyrir þetta, Benjamin. Þetta er gott. Já, þeir eru með 0,24 og þeir eru ekki búin að eiga skot á mark. Veistu hvað var samt næs að sjá hann að Marmús komað inn hjá Manchester City. Hann var að reyna að spinna eitthvað bak. Þau var bara eitthvað fest. Það var gaman að sjá eitthvað fest. Ég meina, sérður ekki, við vorum að skoða hér á bekkinu Manchester City á hann. Það er ekki neitt á hann. Þeir eru með Savinho, Grealish og McAtee. Það er ekkert um að niður svo en dósa. Já, en þú veist, með þetta sé Manchester City, sko, þá er þetta ekki mikið. Ég sakna þess að sem Alvaro, Alvarez, já. Það var að mörki honum.
Hann búin að vera heldur betur Sá hann njóta sín í Atletico frekar hægur á Staffans mér eða svona, nú helvít öflugur Hann alltaf valdi réttan hest með því að fara þangað í stað að halda áfram til City Já, hann fann þetta á sér Já, fann hrun Manchester City á sér og skilnað Pep Guardiola Já Svona fyrst og síðast Eru flesti leikinir byrjaðar að rúlla eða? Nei, það ekki byrjað í Juventus og í Fraklandi og Hollandi Nei. Þetta svona helmingurinn farin stað Já Já Thuram, Foden, Olise þetta að rúlla af stað allt saman þú veist eitthvað með eitthvað stöðfesti úr hérna hvernig korfinni, nafnum minn Já, það var Haukarunnu Grindavík á heimaðalli og Njarvík var úti sigur á Hamar Þór Ok, og margir væntilega að betta á þetta það auðvitað spennandi leikur í gangi í handboltanum okkur núna sem að Þýskaland og Portugal að mætast Já, við erum að fá eftir það er staðan 25-26 Þjóðverjum í vil og Portugal að virðast að vera að jafna þannig að það allt með kjörum Hvað okkur Portugal svona góður? Mér sýnst við bara að vera leiðin í framlengingu Framlenging á Portugal og Þýskalandi Já það alveg merkilegt með Þýskaland að ég held að Þýskaland vestur og austur Þýskaland það voru heimsmeistarar Nei, bara vestur kannski Það var 26 á hann Já, þeir ekki bara Já þeir eru bara hægari að uppfæra 26 Ég er í tölvunaslega á reynis Þannig að aðeins eftir á Já, hjá með Young Boys rauðu stjórnuna á pátnum að sjálfsögðu Hella Já, við býðum eftir að fyrsta marki í seinni hálfleik detti inn, þetta byrjað víða og Sörens, hvað í gangi? Það bara allt með kjörum eins og ég svona aðalega að fylgjast með hotnunum í Bayer Leverkusen PSG Já. En Stuttgart PSG eða? Já, Stuttgart PSG Þar tók ég hotnin á Stuttgart Já Konum með 1 4 viðbót Já Ég hljóta að sækja í seinni hálfleik en annars þetta bara fer þetta rólega af staðinn í seinni hálfleik Já, það verður fróðlegt að sjá hvað það er ennþá núllið Barca eru ennþá í núllinu eitthvað liða ógnaði með annarsætið eins og staðan núna en geta þær ekki tekið þá eftir sætið ef þið vinna þetta ef Leopold tapar og Barca vinnur þá tekur Barca mark Barcelona mark Bassa mark Já, það er einhver að segja ef ég verður duglur að æfa næstu ára þá get ég liðt út eins og RFK Junior Þetta var rosalegt færi á City Wow Jamal með markið ætla ég að halda með Philadelphia Eagles í baráttunum ofurskáluna. Fyrsta markið komið í seinni hálfleik, það var Jamal sem vann það. Gunnar Sigurðsson, eins fínn og hann ábyggilega, þá var hann ábyggilega seinn. Harfylgi. Já. Skorar Harfylgi. Framlegging í gangi í handboltanum fyrir þá sem hafa gaman að því. Þetta er svo sem skiptir ekki öllu máli því að þetta er bara annarkvort liðið sem tapar á móti dönum. Er það ekki þannig? Jú, ég er bara búin að tala um þetta í heila mánuð. Ok, takk. Já. Sjá. Ég þarf 3 mörk í viðbót þarna. Ég var over 3,5. Aron Snær Friðriksson, markmaður, hann er á leiknum og hann sagði mér að hólka over. Já, já. Og það er svona... Þetta er bara fyrsta markið af 4, er það ekki bara? Jú. Og opnið þetta og maður sá nú ekki hvað var að þessu markið sem Atalanta skoraði þarna í fyrra áleikun. Nei. Þeir sjá ofta eitthvað annað sem við sjáum ekki. Já. UEFA Lóna, eins og menn segja stundum. Jú. Herðu, þarna var... Herðu. Kovacic. Mínir menn í Manchester að bánka. Taldist ekki einu sinni sending. Þetta var korki skotið sending, þetta var rosalega. Þetta var ekki skot á mann. Ég var aðeins að fá að sjá einhvern farið inn á X-ið og sína okkur flott setup. Hvernig er að horfa á Dogsonið þennan fallega... Hvernig fór þessi ekki inn hjá Arsenal? Þetta var ótrúlegt færi. Þetta sögulega kvöld. Já. Sáu þetta? Sögulega kvöld. Sáu þetta færi sem Arsenal var í? Hann bara hitt ekki boltan á línunni. Það var einhver að segja að eftir 4 ár þá muni ég líta svona út og ég tek því. Já. Og
City 1-1 City 1-1 Alltaf gera, sjáu þetta færi hjá Arsenal. Sjáu þetta. City 1-1 Sjáu þetta. Shakhtar kom yfir Hver er þetta? Timberinn Nú verður Gunnar Birgisson að taka kvittun þegar hann kaupir þess að vöru sko. Taka kvittunum sko. Það er kom fyrsta marki í seinni áleiki Amal það er Garðar Gísli Kovacic hann sendir hann í markið Þvílíkt mark. Ég var búin að tala með þér allt með sendingarnar þetta lítur að vera því hann senda hann í ramman 1-1 Manchester City Club Brugge ekkert brús í hérna Club Brugge Núna er hljóta þetta í gýrin og vinna þetta svona 4-1 Það er helvítis bettbildirinn Voru við búin að sína hann RFK sem er 40 árum eldri en ég sagði lítið út eins og hann eftir 4 ár en það er þegar ég verð búin að keyra þetta allt saman vel í gang Shakhtar mark var komið Tjóðlega er þetta eitthvað einfalt Já Early prediction, hver vinnur Ballon d'Or í ástrákar? Er ekki Mbappe? Alexander Isak Getur það ekki Ekki Hann verður ekki meistaradeildina neitt svona Hann verður ekki að tita skiptumáli Nei Kili 1-1 já, Manchester City Gæti þetta ekki verið áraðan smó Sala bara? Getur verið Mo Salah líka með Þetta maðurinn Já, sem að RFK helbriðis á þeirra bandaríkjamanna Já Þeir vilja meina að ég líti svona eftir 4 ár hann er áttræður sko en ég meina ára af það En þetta er heilbrigðisráðherra áfram gekk Já, þetta var sjálfur Dotti litli með þetta Já Þetta eru kalda kveður Brugge í þvílíku færi Þeir voru bara í hörku færi Hver, Club Brugge? Já Jesus maður Það eru Zagreb komin í 2-0 Á móti Milan Já Þá er Milan ekki leiðin topp 8 Svo er eitthvað Nei, það var ekkert að gerast í Ég get ekki á ekki RK Ég get ekki Sjáu þið færi núna þarna hjá Club Brugge Zagreb 2-0 já, bara konum með það engin ástæða í Brugge Þannig að gefur hann til hliðar og Ederson kemur og getur Já, þetta gefa hann eina sendingu við viðbót Modric ennþá hérna færtur að trítla fram hjá leikmunum með fyrirlega bandið Kili Já, Kili Akkur þetta alváttur lengið þessum Svo Ronaldo, á hann ekki ammali núna Ég var ekki 7. 5. februar Ekki hann og Neymar báði 5. februar Það bara geti vel verið sko Já, hann er alltaf Fertur þá Já, það er rosalt Hver hefði haldið að þetta var hægt 5. februar 1985 Var að kjósana orðlöss sem maður að setja ný viðmið Árunni yngri en ég og Ágúst Það má einhver koma með eina nýbruggaða Pepsi Max Þannig var þetta Bellingham Alveg bara feska Þetta var Bellingham sem Stór skæri Það eru lengst til vinstri þessar Beint í belginónum Það var alltaf svona Ronaldo bragur á þessum skærum hjá hann Beint frá bíli Þegar gamla Ronaldo bragur Ég hef búin að fara að gera breytingur sínist mér Já Það er eitt með dokktilbúð undir Hann bara setti dokktilbúð undir og hann er úr leik Nei, heyrðu, hann er með Portugal Þýskalandi jafntefli Rafinha skori Lautaro skori, já, það er komið Gabko komið Heyrðu Það er Haaland og Rafinha Þessi er góður Heyrðu, hann er með 10.000 eurur Já Shit Þetta er rosalösa Bresta jafna á móti Real Madrid komið bara Herru, það verður nú eftir ef allt eftir og svo klikkar Haaland Courtois, come on maður Courtois, hvað er gangi? Var þetta ekki rúlla eða? Já Sjáu þetta aftur Ég ger nú bara kröfur á markmaðurinn verið Brestað það er að vera að skoða þetta í Varsjáni en hvað gatt mögulega verið að þessu marki? Má sjá gatt er eitthvað Þá er bara hvort þess að dæma eitthvað brot þarna Það var ekkert af þessu Nei, maður hefur oft dæmt á eitthvað svona Býtum við Hendinn
Nei, hendi er ekki partur Ég veit það, en sáu þið Ég var að segja Sko, ef það sleppur með þetta Spelskuna Heldur betur Við fáum skýrslu og sófarum hvort að þetta standi eða ekki Það er tæklaðinn Tæklaðinn hjá Settkart Þetta er svona Sörens Þetta er svona FIFA-mark Já Axel, var það að tekja af? Það er ekkert staðfest Töldum áfram Hvort var naflinn betri sem striker sem lauma sér á milli hafsenda eða wingback PSG 4-0 Já, hvort eru betri sem striker eða já Hér sjáum við Old Fjörpix Striker Brestmarkið að tekja af djöfullega hvort þú að heppin maður Já, hvernig stendur Old Fjörpix? City er on Aston Villa er semi-on Leipzig er semi-on Arsenal er on Milanov Hvað segir þetta? AC Milan að minka munin Dembele 4-0 Paris Saint-Germain er komið 4-0 Þrenna, já, Dembele Svakalegt Maður sjá Býtu elskan Sjá Það er retweeta þessu þetta er helvítið gott hún er klár farin úr brókinni tjekkja á þessu á X-inu erum eitthvað flott setup að horfa á Dogsson fleiði svo inn maður sjá hér er eitt gæi hérna ber ofan að mála þetta er með grjótarði ég er ánægð með þetta að mála eina sem hann er með er Dogssoni vel gert Trausti já naflinn er David Silva tíman já, þetta er skemmt, aldrei vekja mig segir Eyþór Ingólfsson aldrei mig vek segir við hér aldrei mig vek nei, ei mig vek, aldrei mig vek þakklæti mér eftir huga hvað var þetta sem var að brestmarkinu, var þetta dæmdan rángstöðu? Innan hann ok svekkjandi bara vera viss að það var ekki að dæma út að brot hann ég vil spóla var þetta, ég var að hugsa þetta í dag með Kristján Púlisits sem betur við gerðið ekki en var þetta ekki hendi? Nei, byrju, þetta var Zagreb, þetta lítur á að tekja af Þú fóruð þeir ekki 2-0 og svo Nei, það er 1-1, þetta er tjólka af Tjólka af Herri, Púlisic skoraði Ég held þetta væri sko að því svo 10 aftur á svo manni Ég er búin að hugsa hann í dag Ég fekk eitthvað svona í dag Já Var það þegar þú varst að töðu við trampolínum þegar þú fekk svona Pulisic svona Já, þá var að kvartið við trampolínum og það ekki að fjarlæga þetta og ekki að fjarlæga þetta Já, ég hringdi aðeins upp í skrifstofu Já Það er gott að hringja aðeins upp á skrifstofu Morton er komin inn á hjá Liverpool Morton litli Morton Fyrir Gabko Hvernig er City? Er City að banka? Það er svona einu sem skiptir máli Portugal er einu yfir á móti þjóðurum í fyrri hálfleik framlengingarinnar City liggja á þeim Manchester City liggja á þeim Nú, Gárungarnir eru fattin að tala um Barcelona Já, UEFA Lóna Sturm Graz 2 Sturm Graz að bæta við marki Sturm Graz að bæta við marki Arnold Schwarzenegger og félagar í Sturm Graz að bæta við marki og Dinamo Zagreb Nei, með sending og mínútu fresti eina sending og meðaltali Það er fleiri sendingar, það er miklu fleiri sendingar Possible goal City Possible goal Manchester City Manchester City Sjáum við þarna Já, það er ekkert að þessu marki 2-1, þetta er lítur eins og sjálfsmark Manchester City er komið í 2-1 sjálfsmark hjá belgunum Manchester City er á leiðinni áfram í meistaradeild Evrópu Hvað vorum við að tala um í hálfleik, Gústi? Tveir á City í hálfleik Hvað vorum við að tala um í hálfleik? Veðsetja húsið Já Þetta var skemmtilega gert Og það er strax skilabóð frá Kristóður Ríkóks Hvað sagði ég? Herðu, það var leiðist fyrir bildirinn hann Já, hann var hvað sem er döður Þetta var náttúrulega, sáum við náttúrulega hver átti sendingunni í markinu Sá sem er alltaf Josko Guardiola Já, var þetta ekki hann? Er hann Mark Real 2-0 á móti Brest Brest Það er ekki voru að lifa inn í þessum út að vinna við sko. Já, ég var ekki ég var að spá hvort það var að skrolla þetta Segðu það brandaraðinn Jude, hvað segir þá? Hey Jude Virkar alltaf þessi brandari Það slæðir alltaf í gegn
Við erum ekkert að spá þessu betbuilder, við nönnum því ekki. Dogsson live á Katalínu, þetta nú bara magnað að Óskar Óskarsson spurjaði því að þetta átti að gerast og mun ábyggilega einn gerast að við förum á leifum fólki að fylgjast með Dogssoni live. Bara minna menna og seðli minnir á bullandi lífi, það bara Arsenal Andersen sem 18 stöðlun sem að fara að skemma hann sínist mér, því miður. Já, ég líka nokkuð mikið á lífi. Það er 2-1 ekki. Má ég drengir, má ég sjá live stigatöflu, bara sjá hvernig það lítur út, hvernig landið liggur akkurat núna og leifa og deila því með fólkinu okkar sem er heima að fylgjast með. Já, ég er hættur að kynna mig sem Dolph Lundgren í Íslands, ég þarf aðeins að fara aftur í ræktina á. Skíkjum aðeins á stöðuna, hér er þetta. Barcelona er að vinna meistaradeildina. Barcelona eru líklega regular season, inauguration, fyrstu sigurvegarar. Ef að þetta fer eins og þetta lítur út fyrir að fara. Lille eru í komin í 3-1, þeir eru í topp 8 eins og er. Já. Manchester City komin í 22. 22. sæti, það var gaman að sjá hvað það... Þá mæta þeir Real Madrid Bayern eða Atalanta. Nei, 11 og 12. Já. Shit. Markið tekið af Sturm Graz, þeir eru þá bara hvað, eða þá 1-0. Alltaf að taka sér mörk af, hætti að taka sér mörk af. Nú, hér sjáum við þetta live allt saman. City komnir inn. Manchester City komnir inn og við sjáum það er Bayern, þeir mæta Bayern eða Atalanta. Ef ég var í 11. og 12. sæti þá myndi ég fara að gefa eftir sko því að komaði mér út úr þessu. Ég var nú frekar til að vera þarna á móti 19 og 20. Celtic og já. Þetta var ótrúlegt færi á Barcelona maður. Bayern 2-0. Bayern 2-0. Paris Saint-Germain að koma sér þægileg máli í þessu öllu saman. Harry Kane 1-18 stöðlinn að þetta. Verið kaup Sancho eða Chiesa, þetta er frábær pæling. Það gerðið búin að gera báðir svipa lítið. Aston Villa komin í 3-2. Við sögum frá því áðan að Lille eru komin í 3-1. Hákon Oli Watkins með markið. Er þetta kveðjumark Oli Watkins? Já, má ég heyra? Já, nei. Arsenal, þeir eru ekki með þetta attraction lengur. Nei. Eða hafa aldrei verið með hann séð sko. Áhugaverðir steinar frá Sigurjóni Jónssoni. Já, ég fer mikið að hlæja alltaf þegar þeir að vera að tala um að ég sé að fara að taka Alexander Isak. Já, þá hlægi ég alltaf að þess. Já, kannski eðlilega. Aston Villa komin í 3-2. Þetta breytir væntanlega einhverju í brakketinu. Zagreb komin í 2-1 yfir á móti Milan. Maður séu, var ekki eitthvað að breytast í brakketinu? Alltaf Madrid 4-0. Maður séu, hvað þýðir þetta með brakketið góða? Nei, sko, núna þýðir þetta það að Manchester City og Real Madrid geta mæst. Já, það var þetta inn. Shit. Real Madrid, Manchester City, þeir verða að hita kúlurnar. Hitiði kúlurnar fyrir dráttinn. Myndi naflinn hætta sem heiðursmeðlum með Brótis fyrir afnóta af skikkjunni sem hans Messi sem hann fekk árið. Hún hangi nú bara þarna. Já, og það er líka bara, og það er auðvitað skýrt svar, það er bara nei, ég myndi aldrei hætta sem ekki fyrir skikkjunni sem Messi. Keli var að photoshopa þennan, sjáum Keli var eitthvað að photoshopa heima og sér, sá var lítið lýsið þegar ég var að negla allir þessi bekk. Almáttur, þetta er klikkaður. Ég er með eitthvað kenningu, svona yngri bræður, þeir eru kolruglaðir. Bæði Keli og Gunnar Birgisson, þeir eru eiga bræður sem gátt eitthvað íþróttum og þeir eru báði kolruglaðir. Það er oft súrt í skugganum. Já, það er súrt í skugganum og þá þarf þetta að hafa svo mikið læti til þess að einhver tæki eftir. Og að lækka standardin helviti vel að segja ganga vel í íþróttum. Já, ég meina þú tókst hann í þriðaflokki. Stóra. Tvennuna. Jú. Varst ekki líka innanúrsliðinu eða varstu varandi Bandaríkjanna þegar vunum innanúrsmótið? Herðu, ég var á landinu en ég var
ég maður ekki verið fullur eins og svo oft Varstu ekki í liðinu það? Ég veit ekki af hverju ég var ekki var þetta ekki spilað í Laugardalshöllinni? Jú, ég var eitthvað að flækjast annars sko, en ég var ekki með allavega Það léttir Halldór Orri, Björnsson eitthvað ekki einhvern veginn búin að vera þarna og síðan einhvern veginn loksið þið vinna einhvern titil þá ert þú ekstra annars staðar Talandur léttar, sjáu þið myndina af naflanum Leverkusen að bæta við marki Wonder Vibes, heyrðu, hann ætlar að þurrka þetta í Wonder Vibes og með Dr. Fútból bóli, heyrðu, Smári er í Matsvorn, Dr. Fútból wow Það er ekki kongur þarna Þetta er geðveikt Það læka þetta Já, heyrðu, wow, hann er með pínlítið sjónvarp Hann lítur að vera á okkur hóteli Þetta er rosalegt Hann hengdi einhver tölvuskjá Nei, þetta er svona, ég sé svona oft í Bretlandi Já, ég ætla að fara að segja þetta er hótel í London Þeir eru oft með svona eitthvað gömul Samsung eitthvað svona Er þetta ekki iPad sem Þetta er á gólfinu? Þetta er Premier Inn Hotel Já Ólafur Níls, ég elska svona gæja, hann passar upp á kostnaðin Já, hann er pott þetta í einmitt Bretlandi Dogson, já, klippingu og skoða þetta allt þetta helsta Tjúvis kongur, Helgi Magnús Það er ekki eðveit Helgi Magnús að gera þessi naglið þarna að bera ofan Ég var til að fá framan á málarann Sjá standið á hann hann er flottur Er Kelin ekkert að mála bera ofan? Nei Það kostar auka Já, hann býður upp á þjónustu Dogson, sjáu þið þarna eina sem vantar er baugarnir en það er miðgudagur í þeim og það er skóli þeir eru flottir þessi strákar eru að horfa á Dogson og eru að fylgjast með þessu það er Olli Leverkusen 3 2-0, já, ákomið Það er jafnt í hálfleik framlegginga þeirra í Portugal og Þýskaland 30-30 setna hálfleikur byrjar og Portugal konur yfir Víti Aston Villa Aston Villa geta bætt fjórðamarkinu við það er vítaspyrna þar það er gott mark hjá Zagreb marki á gott víti hjá Aston Villa þetta er svakar þessi slátrun hjá Paris Saint-Germain minnst það fáránlega impressive ég er sammála eru þeir að koma inn með momentumið í playoffs Rauða stjarnan er komin í 1-0 á móti Young Boys eða ekki? Jú En erum við að fara að sjá það skipta máli Hjörvar, svona í úrslitakeppninni eins og við þekkjum nú bandarísku íþróttum að koma inn með augnabliki messir slátra síðasta leik fyrir úrslitakeppni Þú veist, þeir sýndu bara í síðasta leik ekki City, eru 2-0 undir og tap þar hefði gert þetta nánast bara, hefði ekki bara dáið ef hefði ekki unnið og verður bara nýta þann meðbyr Sko, ef Manchester City vinnur þá eru þeir bara fastir í þessu 20. öðru sæti þeir geta ekki farið Hákon komin inn á Þeir eru ekki að lauma á hann Jú, sjálfsög Þetta er opin leikur, markaleikur Portugal unnu Þjóðverja í handboltanum segir Sveinn Sigurbjörnsson Hann var að skrifa Haraldsson 11 stuður, flott setur nývin í hann Svo er á morgun, erum við með skilti með leiki morgundagsins, maður er svona aðeins svona hittna á morgun, það er líka Hjöpvis Var þetta markið á Atalanta? Jöfnveld þið segið mér Á Atalanta að jafna gegn Barcelona Er þá Liverpool komið aftur á toppinn? Ég veit ekki hvað það þýðir Já, þeir munar ekki 2 stigum á liðunum Barca þurfa að vinna og Liverpool tapa til að Barca fara yfir þá Þetta hlýtur að breyta einhverju Nei Þetta er jöfnunarmarki Atalanta breytið það engu Já, mögulega fyrir top 8 Gæti verið Hvað segir live standings? Já, réttarhittarinn er Hjörvar búin að jafnast eftir að Sleepy Joe var að reyna að gaslýsa hann með og þjóðina hann með að segja að Sancho væri eitthvað annað en pathetic jöfnar og Já, vinnir, Jói Már er alltaf vinnir, hann er góðist okkur 4-0 fyrir Madrid Já Ekki verið þetta í markinu í Hjörvar? Jú, rétt, jú Svona er þetta live table strókar og þetta er svo sem nei, fyrirgjöðu, þetta er alveg nóg gott svona, sorry strókar Heyri, þetta er Manchester City á móti Bayern eða Real Madrid eins og þetta stendur Guð minn almáttugur, segir við bara
Það er ekkert voðalega góðir þetta lið sem Atletico Madrid að spila á móti. Hver er þetta eftir? Já, Atletico Madrid. Já. Þeir eru á móti Salzburg. Það er bara datt úr. Heyrðu, Oli Watkins rann í vítinu og hausinn kominn á Emirates. Já. Inter komið í 3-0, þetta er mjög fyndið þetta víti, hann semst rennur á punktunum með margótt séð svona út. Hausinn kominn á Emirates völlin. Já, Oli Watkins. Sjáu þetta. Já, þetta minnir mann nú á eitt viti. Já, ég held á rigninguna í Moskvu, Hjörvar. Já. Maður, það er ilja mann nú á stundum að sjá svona viti. Þetta var dæmt af í leik með Newcastle daginn, munið eftir því. Já, þetta er tvíslag. Ég ætla að velta einum stein hérna sem ég pælti aðeins upp á síkarti. Varandi, þegar maður horfir á fótboltaleiki. Munið ekki þegar maður segir í gamla daga núna, það var alltaf geðveik aukaspyrnumörk. Hvar er þessi geðveik aukaspyrnumörk? Já, Jóninho og Mortega Pesen og þessi gæðar. Nei, ég meina, það dreifur til tíðunda núna nú til dags, þegar þeir eru að horfa á leiku og kemur geðveikt markur aukaspyrnum. Það var bara daglegt brauð þarna, hún inni og sín sem í Hailovic og þessu gæði, David Beckham og þetta var bara, það er að fara að taka aukaspyrnu. Það er engi gæði núna sem voru að taka aukaspyrnu og verður eitthvað. Nei, ég meina, þú veist hvað er hann að fara, hvert er hann að fara að setja hann? Ítalski boltinn í grann, það var bara hátíðis stund ég vil fá eitthvað gögn í hérna síni sem í Hailovic stóð fyrir frá boltann í á Lazio. Það er ekkert svona í dag. Ég held ég sé ekki að fara með rátt málið, en það er góðu dagarnir. Nei, það er magnað, það er svo mikið sem hefur bæst, en þetta hefur ekki verið. Ég ætla að stela þessum punkti. Já, en mér finnst líka, þetta er eiginlega meira óskiljanlega frekar eins og skot fyrir utan teig og eitthvað sem er búið að kalkulata. Það fá allir aukaspyrnur. Hvar eru mennirnir með bara töfrana í takaskónum? Nú, herðu. Newcastle átti 1, Laurent Ásgeir, Aron Ásgeirsson, þetta er ekki hann. Ég þekki nokkra stríðnisbúka og með þetta er einn í hug. Ég þekki að nafngreina hérna. Þetta er satt mjög líkt Geira að hann lappar út allan bæ. Pappa sínum, já. Hann sé Ásgeir Sigurvinssonar. En virkilega ekki skemmtilega. En það er einmitt leikmaður sem gætt sett hann á aukaspyrnum. Já, til dæmis. Kannski ekki rosalega mikið. Ásgeir Sigurvinsson, ekki sonur. Tómas Agnarsson er þakkað kærlega. Jú. Hann hefur haft fyrir að breyta nafnunu sínu á YouTube-akkántin. Kemur alltaf eitthvað virðing og menn sem hafa fyrir hlutunum. Þetta er tveir vel hressir. Já, staðfesti í handboltanum Þýskaland er úr leik, þannig að þetta verður þá Portugal á móti Danmörku. Portugal og Brassarnir orðin helvíti öflug í handboltanum. Já. Að Brasilia hafi unnið hérna, þeir unnu ekki Danmörku náttúrulega, en þeir vinna Svíþjóð, Noreg og Spán á heimsmeistaramótinu í handbolta. Gjössalega þetta er alveg ævintýri sem voru hjá þeim. Hvernig geta svona aumir gæðin eins og Danir verið svona góður í handbolta? Já. Það er ótrúlegt. Ég væri til í Prime Gabriel Obertan alltaf fram fyrir Sancho. Hann hafði gætt sólamenn og farið fram hjá þeim. Þurfti ekki að sóla á þrísvar til þess að komast fram hjá þeim. Hann hljóp líka bara upp í hotnið. Sko. Mark Barcelona, 2-1 Barcelona. Risa mark þar. Ég þarf 1 mark frá Barcelona í viðbót. Getum við séð seðilinn hjá Gústa? Já. Hjá framtíðinni. Hann var með... Við höfum að halda Arsenal undir. Araujo. Með markið hjá Barcelona 2-1 fyrir Katalóniumönnum gegn strákunum frá Bergamo. Minn er bara winning eins og er. Já. Þetta lítur vel út maður. Hvað er Lill Feyenoord? Það var komið 3-1. Strákar, við þurfum 1 mark frá Phil Foden og þá er ég mættur í draumalandið. Já, það er bara þannig. Það er allt á lífi. Það er allt á lífi. Já, ég þarf hvað? Arsenal? 1 mark í Barcelona og Já, en málið er ég undir 4, þannig að 1 í viðbóti og Gíran Arsenal, það kötta bara þann leik í void, sko. Það eru fleiri mörk inni í Manchester City regnum að því að núna þurfa Club Brugge bara að opna sjoppuna og taka séns. Já. Við sögum nú þegar fyrsta marki kom í Barcelona, þeir myndu vanta að lenda í 4, það fara líka vel út núna. Já, við vissum þetta. Eltja
okkur finnst þetta við vorum allir á saman máli, okkur finnst nýja fyrirkomulagi að hafa heppnast vel í meistaradeildinni, en við erum ánægðir með þetta fyrirkomulag í Evrópudeildinni að því sögðu, sagði 3-1 Já, þetta kemur eitthvað Gústi. Þarna kemur það. Þarna kom einn að bekknum nafli. Já, Sörres, þeir eru komnir yfir og ekkert þeir, það stýr ykkur slaki núna. Það er búið að taka alla pressu af sitt í liðinu núna, þá geta menn komið á bekknum og skorað. Er Guardiol búinn að skjóta á markið það? Fyrir fótinn farin út af? Ég veit það ekki. Ég sá hann að ekki, inn á? Já, flott. Kovacic ekki duglegur að spreyja honum til vinstri og til hægri? Það hlýtur að vera, þetta aldrei rángstað. Nei. Gerir þetta vel maður, sjáum við fyrstu tölsi. Nú voru að halda í lókin. Þetta er búið hjá Klubbrugg, nú bara spurning hvað Manchester City skora mörg, það skiptir engu máli, þeir geta ekkert færst úr því sæti sem þeir eru komnir í núna, þeir eru fastir í 20. sæti. Já, í hvað sæti voru í meistaradeildinni? 20. Má ég sjá, hefur þetta einhver áhrif á eitthvað? Uppbótarþingmaður virðist vera núna í norðaustur. Eitt mark getur setta hringrásuna af stað. Við þekkjum það. Heldur betur. Hitti Samúel Örn núna á Þórðarbótinu. Já. Var hann inni eða úti? Hann var úti. Já. Djöfis. Já, það var ekki gott. En í hvaða leik er spenna? Við erum með City-leikinn núna, svona með við stöðun akkurat núna, hvar ættum við að vera með augun sko? Hvar ættum við að taka næsta hotnabæk? Förum í live tape. Hverju þurfa að skora? Ég vil sjá liðin hérna sem er í baráttusætunum. Já. Baráttusætunum eru hérna. Girona 2. Donny van de Beek virðist vera maður sem teiknaði þetta allt saman. Jú. Hann á... Hvað, þú veist, hver trúður er þetta í markinu? Netto. Já, ég var búin að smíða hann að segja láður en ég sá að þessi gjössami apaköttur var í markinu sko. Það væri helviti gott ef þeir myndu leka niður í það gat verið að Arsenal sé að skemma selinu hjá honum. Ekki í fyrsta skipti. Það er líka 1-18 stöðlun, ég var fikta eitthvað við þetta frekast framan að degi sko, ég hefði nú alveg geta Lill kom í 4-1 við Hákon er inn á þetta getur verið ástæða. Jonathan David. Já, þetta Nei, með það. Já, þetta er hérna, er þetta staðfest hjá Girona? Er það VAR? Er VAR? Nei. Ekkert VAR. Bara Það er VAR í gangi. Það er VAR í gangi, koma svo. Á rángstæða 2-1 fyrir þá fyrir Arsenal. Yes! Kottu með það, Gústi. Það er á lífi. Við erum á lífi. Hjörvar, vargrænas Hjörvar fór aftur að virka. Já, þetta var rosalegt. Þessi steinsóðandi gæðið sófanum, þeir pöttu ekki. Herru, getur við fengið hérna live stöðutöflu? Sporting jafna á móti Bologna. Og þarna niðri 20. Þetta skiptir engum máli þetta neðst. Hvað er þetta að pæla í þessu? Bara hverju Sporting gæti nú slysast inn. Dínamo Zagreb er inni. Já. Ef að Sporting setur eitt í viðbót þá komast þeir áfram. VfB eru átt staðnóttuna. Já, þeir hefur kannski getað aðeins haft aðeins pragmatískari nálgun á leikinu. Sjá hvað er næst núna að vera í 8. eða 9. seti. Já, ok, Sporting voru að koma Já. Það er ekki jafn næs, ég veit ekki hérna. En það er samt næs. Nei, 9. og 10. ásækið 11 og 12, Real Madrid og AC Milan. Það er sem býður Manchester City ákveður núna. Real Madrid eða AC Milan. Sælar. Og Lilla Tjóðið væri gaman að það væri Hákon maður. 5-1 Lill. Hákon Haraldsson. Hákon Haraldsson. Fórum við ekki á það? Jú. Það var einn maður hérna sem á kantinu sem kallaði það. Hákon Haraldsson. BOOM!
Já, það er Ekkert var 440. Já, við getum Sörens kallaði þetta 440 eurur í hús. Búm! Já Smettið á þessu, sýnið með setupin ykkar á X-inu, notið hashtagið DogZone og sjáum hvernig þið eru að horfa á þetta. Dortmund komið 3-1. Við sjáum að Stuttgart voru minkamuninn á móti Paris Saint-Germain. Við þarf að heyra öll mörk, líka skítamörkin. Það var nú ekki margir Íslendingar skoraði í meistardeildinni. Jú. Já, ekki margir. Nei, hann núna orðið næstmarkaðistir leikmaðurinn sögum meistardeildina. Já. Arnór Sig skoraði. Já. Kolli. Þeir voru jafn með 2. Nei, Rúrik skoraði ekki. Kolli hefur ekki skorað. Sölvi skoraði Skoraði Kolli ekki í meistardeildinni. Nei, hann skoraði víti á móti Barcelona. Alveg rétt. Það var minningin. Hérna Alfred Fimbo á Emirates. Já. Og náttúrulega var ekki Marcus Silva meðan þá með Olympiakos þjálfarinn hjá Fulham jú, það var gekk ekki alveg nei, hann var að stjórnunum í þeim leik það reyndar var hjá Hákonni hvað? Atalanta jafna mútið Barcelona yfir 3,5 mörk, það er dottið Já, Atalanta að jafna á móti Barcelona og sjáum hvort að það sé eitthvað í þessu marki sem hættir að tjólka af, ég held ekki ég held þessi bara mark, geðveik sending og klopp soft varnarleikur hérna svo hann svo slakur hann sesni ég verð að fá að staðfesta þetta marki á Hákonni staðfesta Atalanta já, en Hákon er það sem þarf staðfest þessi er í markinu líka mér sýnist bara kongurinn breytti sjálfsmark Sörens þetta er markið á undan þetta er markið á undan, já, ok, þetta er 5-1 markið, hvað er að gerast? Já, þetta var mark og hvað? Hákon það kemur einn í komment hérna við meina hann Hlynur Orri að þetta sé sjálfsmark þannig að við höfum að Hákon aðast að verðist þér á own goal Rodrigo að koma Real í 3-0 já nei, 6 jú, þetta var sjálfsmark Tráner þreytt en það var eftir að Dubious Goal Committee áttur að fara yfir þetta þeir voru að jafna Atalanta þá er eitthvað búið að breytast þetta er Bayern 3-0 það er eitthvað pottið búið að breytast akkurat núna fyrst að hérna og sjá hérna er þetta já 9-10 er Atalanta og Dortmund þau eru að fara í þægilegan bíltúr Real ætti að fara að skora fleiri mörk núna hvað er að gerast það? Lille 6-1 Hákon 6-1 Lille Hákon Cabella Newcastle maðurinn herru, ef Atalanta setja eitt í viðbót og taka sigurinn þá fara þeir yfir Cabella með 8. sæti sýnist mér ég segi ef Atalanta setja vinner og þá fer Villa út já það er með það, þetta er nefnilega markatalið skiptir miklu máli Atalanta ef þau myndu fara til Barcelona bara og vinna vítaspyrna sem að það var eitthvað sem gerðist þarna undan ég ætla aðeins að slóa eins og sér markið er já, hvað segir UEFA síðan? Hvað segir við sig? Ég var hringi hann Hringi við fyrir ekki að viður, afsakaði sem að vekja þig var að senda það link já, þú voru að skoða hvort að strákurinn eigi markið og hvort sjálfsmark sé að ræða sjáu þetta þarna setur hann í gegn ég ætla að segja þetta að vera dæmt aukaspyrna á Rafael fyrir þetta já hann fyrir aðeins að slæra aðeins frá sér hann er frjálslega með olbóðan það sem að Manchester City ætti að vonast eftir okkur núna er að Sporting vinni sínleik ég held að það sé betra fyrir þá hvað gerist þér Sporting? Er það ennþá 1-1 eða? Hvað er staðan í Sporting? 1-1 já,
þeir ættu að vonast þetta loka markaskora. Við ætlum að bjóða út loka markaskora og síðasti markaskora dagsins 100 eurur Ammunition 100 eurur fyrir þann sem að, og við höfum þetta opið þannig til að sé 90 mínútur í leik Manchester City og Brugge. Já, það er ennþá rúmar 3 mínútur fyrir ykkur til að henda í loka markaskora. Það er sjá, þetta er alveg svoleiðis stungdrastinn. Má sjá, heyrðu, það er rosalegt hvernig hann er rétt staður hann í Atalanta markinu. Það er mjög tæft en vel klárað hjá Pasalic. Það verða fleiri mörk hana. Það verða fleiri mörk. Það var einhver sem faktaði hérna mörk í þennan leik. Já. Það var ekki einhver frændans nafla. Hver var elðinum? Bótið. Já, Arnsteinn Friðriks. Markmaður. Herðu, þeir hljóta að fara Atalanta hljóta gamla eins og staðan núna til að ná hérna 8. Já. Nú er að gamla, nú er að opna sig almennilega. Nú koma þessi mörk sem við tala um. Það er spurning hvort að við tökum yfir 3,5. Yfir 4,5 í live bet. Förum í það. Það var svona fælegt mat. Sko, Club Brugge eru alls ekki að vera gamla. Þeir eru inni í staðan okkur núna á markatölu. Já, yfir 4,5. Ekkert besti stuðl í heimi en við látum að flakka. Já, ég minna 2-földun. Þeir vilja heldur betur, það er stórt að fara í 8. Já. Benfica segir. Þeir eru ótrúlega. Þeir eru 2-0 yfir. Það vantaði samt besta leikmanna þeirra. Já, við erum að fá góð orku í sófan, við erum að fá annað mark í Barcelona, þannig að það er andi í sófanum. Við erum að fá, setja hitan á þangað. Mikið af stelpum í chatinu. Það er fylgjanaflan. Leika. Já, fórum að á 9 daginn. Já, það var sama kvöld og það ekki. Jú. Já, það er eitthvað svo laus. Þær voru klárar, má ég sjá aðeins. Þarna sjáum við marki sem var hjá Hákoni. Fylgjumst með þessu. Já, marki sem ég heldum að Hákoni hefði skorað sem að hefur verið dæmt. En við erum með okkar old goal committee þarna. Sjá. Heyrðu. Já, fer hann ekki aftur í hann eða? Sjáum við það þurr. Jú, hann. Já, mér fannst hann fara sko fyrst í hann, í hinn og svo aftur í hann. Sko, menn náttúrulega, nú eru svo marga myndavélar að þú getur ekki gabba nýtt, sko. Hvað segir, sko? Það er ekki nóg að rétta upp hendina. Nei, hann er alltaf ekki að gera sér líklega til að reyna að eigna sér þetta mark allavega. Já, þetta er, eins og ég segi, 90 á... Herðu, þetta er... Nei, þetta var bara mark, þetta var... Já, þessi var nú... Fer hann aldrei aftur í hann? Það var það sem og við sjá það er ekkert. Hvað myndi Magnús Páll Gunnarsson gera í þessari stöðu? Að fagna. Hvað, komið 90 á klukkuna? Ef ekki gefa þessu 80 sekundur í viðbúta, það er á bleikum mörkinni, strókar, er það ekki? Hjá City. Nú fyrir Betty og mér að vera svolítið spennandi þegar ég setta á að helda mörkinu enda í sléttölu. Já. Orðið mjög spennandi núna. Já, það er allir heima. Kannski bara sendið mér tölvupóst hvernig það fór. Nafnin kallaði þetta með sléttatölu. Ég kallaði þetta með sléttatölu. Á morgun. En talandi svona leiðileg veðmál, Hjörvar, hvað er hann komin með margar sendingar? Ég veist ekki, ég hef aldrei pælt í pöldu sendingar. En núna ef verður að halda, þá er hann kannski bara að tikka þér inn. Ég held þetta er einhvern veginn þannig leikur. Þegar þú settir þetta í... Hæ? Þegar ég voru að setja í grúpu, ég var bara shit, hann er búin að stúdera þetta. Þetta var engin stúdering baku þetta, ég hugsa bara að hann verður að gefa endalust af. Fyrst við erum búin að flauta til leiksloka hjá Manchester City, þá eigum við að loka í að... Hvað segir þið? Hvað er ekki alveg... Slóum Bratislava? Já, á minga munna út í bæjan. Ok. Hann er segjum núna tólins. Jú, ég held að það væri fínt að loka markaðanum. Lokum við svona. Við erum búin að loka. Hver átti síðasta kommenti? Segið bara hver á síðasta kommenti, strákar.
Nökkvi Snorarsson, þú átt síðasta kommentið á síðasta markaskoran. Menn að skoða hérna, þetta er aldrei skemmtilegt. Nú menn að skoða hverja á færð í næstu umferð. Og Pep væntanlega ekki sáttu við að heyra hverjum hann að fara að mæta. Nei. Það hvað? En menn geti ekki gert mikla væntinga þegar þú lendir í 20 stöður. Það er Real Madrid eða Barcelona. Þetta er mjög skemmtilegt moment. Þegar einn leikur er búinn, þetta er svo í síðustu umferðin í bónusdeildinni. Það var Kjartan að horfa á síman minna á framleggingu í leikni Njarðvíkur hvort liðið hann myndi mæta. Akkurat. Hverju vildi að mæta? Hann gaf ekkert upp með það. Hann vildi bara mæta þessu komu upp. Hann vildi bara fá heimaleik. Já, nei, hann gæti ekki fengið hann. Hann var út úr. Hann fekk Keflavík. Það eru Haraldsson. Nei, ok, það finnast í markaskóri. Ok, sorry. Já, það var, ég held að það hefur búin að staðfesta Sörens slétt tala, það stendur 56 mörk komin í meistaradeildina í hvað, þau mörkjum verða fleiri, engar ágjur. Við hefum eftir að fá markið þarna í Barcelona. Já. Já, og getum við séð seðili minn, þannig að segja náðan, er hann on eins og staðan er núna? Er ég eini á lífi? Já, ég þarf bara Barcelona mark held ég. Já. En það er ekkit, það er komin í 2 staðana. AC Milan er ennþá að leita í jöfnumarki. Já. Það er nú alveg haugur á mörkum í þessu. City -1,5, það er komið. Já. Arsenal er yfir. Og Barcelona Atalanta yfir 3,5 mörk, það er dottið. Atletico vann. Það hefði bara getið þykja over 2,5 á línuna fyrir utan þess að 2 leiki sem að hefði kannski hoppað yfir sko. En ef það hefði allir verið yfir over, það hefði verið potið margir hefði tekið over í alla leikina sko. Hvað hérna? Nei, það komið 57. 58! Nei, steik! Já, 60! Hver er Leo sofandi? Hver stíplaði græjuna? Guys, hver stíplaði græjuna þetta? Ég þarf mark núna. Býtu, Liverpool red card, ok. Segðu mér að það hefði verið Endo. En býtu, hvað er ekki Atalanta að fara að þrýsta á? Strákar hérna, Atalanta leikurinn. Hvað er bætt við í hérna á hvað stöður Atalanta leikurinn? Það kíkja hvort ég get síðan bara hérna. 5 mínútur bætt við í Barcelona. Ég held ég að þetta sé ekki við í blæðin. Tjekka það samt á því fyrir mig. Víti Arsenal. Geta þeir ekki komið þessu upp í 62 mörk? Víti Arsenal, það hreyfir ekki neitt. Víti Arsenal. Nei. Eða hvað? En þarna sjáum við. Víti Arsenal, hreyfir það ekki eitthvað í efstu? Voru ekki þriðja hvort? En þeir voru yfir. Já, tekið markið af Girona maður, auðvitað, Girona markið var tekið af. En það er áhugavert líka að skoða hvað er þessi efstu 8 lið raðast svo í hverjir eru með City og sjáu þið hérna og Real. Nú eru hérna Atalanta, Gasperini og þeir eru að tala saman hvað djöfulið er að gera hérna að loka sekundunum. Þeir vita ekki alveg hvernig þeir eiga að spila þetta, hvort þeir ekki að taka sjensin og reyna að vinna hana leik og koma sér í topp 8 og sleppa þar við 2 leiki. Ja, sleppa við 2 leiki. Heyrðu, Raheem Sterling, býta eftir honum. Þetta er ömuleg vítaskipta. Það var algjör þögn á Laugardalsvellinum. Ég þorði ekki að góla í COVID-leiknum á. Hann setur hann á mitt marki af því við varstu svo óprofessional að vera að vinna. Hann labbaði boltan, setja hann beint á mitt marki og Hannes lét sér fljúga eitthvað. Ég döðsi eftir þessu ennþá. Ástæðan fyrir ég sagði á hann Stattu. Hannes hefði hlustað. Þekkt röddina. Mér fæði þetta svo óprofessional. Herru, Villa Morgan Rodgers. Já. Strákar, þið verða fýtt okkur með mörkum Sofi. Ekki stípla markagræjuna, hvernig er hún núna? 62? Aston Villa 4-2, hefur þetta einhver áhrif? Nei. Ekki með að Lill er að vinna held ég. Þetta verður engin áhrif. Það er búið að flauta til leiksloka í nokkrum leikjum líka. Atletico Madrid, Salzburg, Strum Leipzig og Young Boys á móti Rauðu Stjörnunni. Ok, já, Rodgersin með þrennu, það er glæsilegt hjá honum.
Það eru örugglega mjög margir bettarar að bíða eftir Barcelona marki myndi ég halda þetta í sælunum sinni. Ég getur verið að skemma nokkra. Já, 3 þrennur komnar í kvöld. Þvílíkt kvöld. Dembele, Morgan Rodgers og hver á þriði? Finna. En maður sjá síðilinn hjá Gústa. Sjáum Gústa. Það Barsa sem að klikka. Já, við þurfum bara að bassa mark. Þá erum við á grænni grein. Shit. Já, við þurfum 2 mínútur, það ekki meira. Nei, ég meina, Gústi, horfðu bráta, við erum að fá mark núna. Andi! Wow! Shit! Þetta var varðanenda maður. Já. En ekki eitthvað fyrir Varsjána að skoða þarna? Já, þeir vildu fá hendi þarna. Dembele, Martínez og Rodgers. Já, Martínez, Lautaro Martínez. Hjöfull var það fallegt mark á Atletico Madrid. Já. Ég heldur eitthvað að, þetta ekkert smá vel gert líka, sendingin og... Þeir allir að biðja, dómararnir leikmenn Barcelona að biðja dómaran að gera eitthvað. Já, með hendina. Þeir vilja fá hann skoði hendina. Já, en hann svona, gerði eitthvað svona eins og hann væri búið að skoða þetta. Já. Þannig að það ekkert að gera starf. Ég skil ekki leikmenn Atalanta. Á hverju takar ekki sénsinn? Já. Það hlýtur að hljóta að vera einhver skilabóða hérna. Nei, ég veit ekki. Ég fatt það ekki. Nei. Þetta mjög steikt. Já, og þetta bara spilast út. Barcelona ekkert einhvern veginn. Nei, það fengur momentið þarna. Já, þannig að... En maður verður alveg til að sjá aftur þessa hendi. Já. Það væri vantarlega búið að stoppa það núna. Jafntefli á handboltanum var gefið, segja gárungarnir. Já. Rökkvöldur Ágúst, kongurinn. Takk í kvöldstrákar. Rökkarnir þarf að fara að sofa. Það er að mæta niður á síni í fyrramáli. Við vorum að sjá matið þar. Já, það alveg vakt þar á ferðinni. Nú, ég skal segja ykkur það. Það stórleikur í strax í playoffinu. Já. Í þessu öllu saman. Hann undan hann. Já. Fávæntalega einu hotspinni viðbútt. Bara lokuðu græðinni. Það bara síðasti séns fyrir Barca. Heyrðu hann er það? Nei, uppi líka mann. Þetta var ekki eins rosalega markaslót að leita út fyrir að vera, ég skal viðurkenna það. Það bara last chance. Já, setja eitt stóran inn í, tjóðist niður. Það myndi skora. Önnur hotspinna. En sáðu hvað þetta var tæft? Það spurt hvort sé són á morgun. Nei, það verður hjöpkviss á morgun í Keiluhöllinni og endilega mætið þið þar. Við verðum að klukkan 9 og ætlum að hafa gaman að þessu. Ekki, nei, á laugardaginn. Því líka vassla hjá Keller. Já, ég þarf að halda þessu í 64 mörgum. Keller er að halda mér inn í þessu. Já, 64 mörg. Hver síðasti markaskorinn eins og er? Síðasti markaskorinn eins og er, stráka. Hver var... Morgan Rodgers er síðasturinn staðan ákvörðat núna. Barcelona leikurinn er að bara fjara út. Já, þeir eru að þrýsta. En þeir eru eitthvað að reyna, sé ég. Þarna var síðast. Og dæm... Þeir fóðu aukarspinnu. Herru, var það ekki... Var ekki... Byrju Jamal var fyrir... Þetta var Rafinha sem tekur þetta. Var ekki einhverjum með hann líka sem síðast að skora? Var ekki vel við hæfi að... Það kemur núna. Illa pirrar að vera farin út á. Hann ætlaði að setja eitt í... Er þetta eini leikurinn sem ennþá á gangi? Er allir hinn leikinni búnir? Nei. Það er ennþá verið að spila í Hollandi, PSV að vinna Liverpool. Það er nú eftir fyrir Gústa. Alveg hræðilegt. Það er bara annarsæti í ár. Nei, þeir vinna. Barcelona er að gera þetta. Þetta er súrsætt. Nei, bara skiptir akkurat engum máli. Gústi, þú endar á toppnum í þessari deltakeppni. Er þetta sá erfiði? Er þetta að horfa á hana deildarmeistaratitil í meistaratitil sem sá erfiða? Eða þann verðlausa? Bara þakklátur enda á toppnum. Já, er þetta sá verðlausi? Já, sá verðlausi. En sjáum, er þetta ekki Rafinha? Já, þetta er ómikið. Það er því nú eitthvað eftir hérna Diego Locke og Gústa að engi skorur aukarspunum lengur og Tryggi Selinas
Nei, þær eru svona nú til Barcelona með 20 jafntefli á móti Atalanta ég skil ekki Atalanta lið á hverju fóru þeir ekki all inn í þetta í lokin eða þeir eru unni þá eru þeir farið beint já en það veðbankar voru með góðan stuðul á Barcelona hann var á heimaðallum mot Atalanta þeir voru yfir 1,7 var komin í 1,78 held ég þannig að það bara Atalanta liði bara orðið það gott að hugsa ykkur Real Madrid og Bayern hugsa ykkur þetta annar lið að fara að mæta Celtic og hittir að mæta Manchester City það er coin toss sjáu hérna villamenn mættan að fara að fagna því að þessi búið hjá Atalanta hvenær er coin toss tekið? Hvenær liggur þetta fyrir? Háttegin og föstudaginn held ég Kelastall nei ég veit ekki Hjókvist að sjálfsögðu í Keluhöllinni það þarf að halda sér 64 mörgum Kelli var komin inn það búið allstaða nema í Zagreb og bíðmenn eftir það er Zagreb það eru 7 mínútur bætt við og það eru konar 7 á klukkuna þannig að þetta er þá Rodgers var hann ekki líka í fyrirháleik? Nei Rodgers? Nei, það var Grísmann Nei, á Grísmann, já það er dreigð í háttegin föstudaginn þetta er það er eins og ég sagði menn eru samt að læra ennþá í þessu djöfisins format þú átt að kött allt svona út með þessu þetta bara liggja fyrir strax eftir leik og ert að vera með einn Excel sérfræðingarna og já, eru núna menn þá að taka ég kann að vara og mæta og taka cointostið já ég held að við ætlum er þessi, já, það er ekki búinn ætlum fylgja þessu öllu úr hlaði er þetta einu leikinni sem voru í kvöld var hvergi spila, var bara allt klíðrað allt búið allt búið, hér sjáum við þetta allt búið, 64 mörg staðbest Zagreb leikurinn búinn Söres, kottu með hann kottu með hann sléttala rauði í rúllettinu hatt að hatt og seðlum minn datt líka Klubbrugamenn að fagna í símanum það er kátt hjá þeim sjáum hér þeir fara að fagna hérna til smá stund á kostnað hverja eru þeir inni ég held að þetta sé sé svolítið skemmtilegt fyrir Barcelona nei Barcelona og Liverpool er ekki rétt skilja hjá mér þeir munum mæta 15, 16, 17, 18 þannig að þetta verður annarkort PSG og Benfica já, þeir sem eru í skítamálum er 11, 12, 21, 22 já, sem er Atletico Madrid og Bayern Leverkusen þeir fá þá Real og City mögulega upp úr ef þú væri Pep Guardiola hvort vildur þú fá Real Madrid að Bayern myndur ekki freka að taka Bayern jó, við tekjum freka Bayern Real Madrid þó að Real sé með vonleysa vörn okkur núna þá myndi ég samt frekar alltaf taka Bayern það er þannig Sörens hann er þungt hugsið samt Sörens, segðu bara ég held að Pep myndi frekar vilja voru við sjáu specials, sérðu hennar Sörens já nú ætla ég að get ég sendt á Bullis seðlinn minn sem fekk ekki að rata þann inn toppan, getur við fekk toppan 7 stuðul sjáu þennan já fagmennska hver var fyrstu með Morgan Rodgers sem síðasta mark sko eru búin að finna þá held ég að Hákon Haraldsson bettið vann samkvæmt Epic já og Sörens var með alveg segið líka Hákon Haraldsson bettið að við unnið samkvæmt Epic þetta var pjúra sjálfsmark það er bara gæti breyst og menn þurfa bara að fylgjast með því markanemndin hjá UEFA á eftir að skila skýrslu ég skal viðurkenna að ég var einmitt með að Sigurður Ingi kemist ekki á þing
og síðan var ég bara í hádeginu daginn eftir og ég var búinn að fá bet one síðan í hádeginu daginn eftir satt ég í sófanum og það var bet loss þannig að ég myndi alveg bíða með þetta ég brent mig á sóður, ég var mjög glaður þegar hann var ekki á þingi. Við fáum ekki að sjá bara bracketana alveg í lokin, hvernig það lítur út hjá okkur, hvernig þetta verður þegar það verður dregið á föstudaginn í Neon, ef ég þekki mín að mér rétt, þá þetta nákvæmlega svona. Atalanta eða Dortmund mæta Lissabon eða Sporting eða Club Brugge. Real Madrid eða Bayern mæta Celtic eða City. Milan og PSV mæta Feyenoord eða Juve. Paris Saint-Germain eða Benfica, þetta ógeðslega næs, mæta Monaco eða Brest. Já. Þetta eiginlega svindl, þetta alltaf þægilegt. En sjáu þið svo, PSG, þeir í 15, Liverpool og Barcelona það var ágætis líkur að þeir fái PSG í. Já. Og Benfica. Já. Þannig að svo það sem býður sigurvegara úr Manchester City og þess brackets Atletico Madrid eða Leverkusen. Þannig að sem ætti nú að teljast nú bara nokkuð þægilegt. En best hefði verið þarna efsti bracketin. Þarna Atalanta, Dortmund mæta Sporting eða Club Brugge og síðan býður að Lille eða Aston Villa. Þetta mest cozy leiðin. Já. Og þetta var síðasta sætið, 24. Já, það eiginlega verið best bara að lenda í 2004 sæti. Við held að við þökkum fyrir í kvöld. Við ætlum aðeins að kíkja á vinnarinn hjá okkur með síðasta markaskóran. Var eitthvað komið á X-ið, einhverju góðir með, maður sjá, senasti markaskóran Ammo fær Benedikt Óskar Benediktsson. Benedikt Óskar Benediktsson. 100 eurur á hann, Benedikt Óskar Benediktsson. Já, úr það rugglanum við Benedikt Óskar Óskarsson. Já, Benedikt Gunnar Óskarsson. Já, Benedikt Gunnar Óskarsson. Það var pælingin, held ég. Já. Það held ég. Hér já, slum sjáum þetta Benedikt Óskar Benediktsson. Bullies Media framleiða þetta eins og allt hjá Dr. Fútból. Þetta eru kóngarnir í Hafnarfirðinum. Sjáum þetta alveg frá A til Ö. Þeir eru hérna allan daginn meðan að kóngarnir mæta bara 5 minútur í og láta stjana við sig. Nú við erum næst á laugardaginn klukkan 3 yfir enska boltan. Þar nóg að leikju meðal annars ágætisleikur hjá Bournemouth og Liverpool. 2 sjóðund heitlið sem mætast þar. Já, það er alveg leikur. Við fórum yfir handboltan. Það sem að Alfred Gíslason og lærisveinir hans eru úr leik. Það voru eitthvað fleiri skilabóð sem við þurfum að koma á þess. Var eitthvað meira á X-inu? Var eitthvað meira sett upp, eitthvað skemmtilegt? Nei, bara minna menn á Evrópudeildin heldur áfram á morgun og menn í pottinum. Sóni í pottinum, sjáast þróar. 2 líklegustu liðin samkvæmt veðböngum eru bæði enskli, það eru United og Tottenham. Skemmtilegt. Það er skemmt. Sóni í pottinum, Dogsón. Naflinn kóngurinn. Þakka þeim bara meistarar, þetta eru mínu menn. Naflinn kóngurinn. Þakka þeim sem tjúnuð inn í kvöld. Þetta var skemmt. Þeir eru okkar menn að utan á landi eru að horfa á Dogsónið að sjálfsögðu, þeir klikka ekki. Og Olli ekkit síðri. Olli Nordqvist. Hvar var þetta OLED TV á 250K? Það var frá Sony í Origo. Getur keypt það inn á netverslun.is. Geiri Skarp, alvöru mynd, njótið í pottinum. Já, virðast hafa gott í pottinum. Hvað að sutra þarna? Það eitthvað bjóru væntanlega. Lítur að vera. Það ekki bara búnis? Sjáast á Gústi Geggi að fá þig, Naflinn frábært að fá þig og Sörens datt óvænt inn og varst löngu búinn að bóka mig. Gústi, sáttu við Sörens í dag? Já, geggjar. Sörens var fínn í dag, það var að gefa það. Er eitthvað búin að skipta lið með og vorum í gangi? Nei, hefðu ekki séð, hefðu ekki chatti látið okkur vita okkur risa transferi. Chatti hefðu alltaf látið okkur vita. En transferglögginn ekki á hreinu, hann lokar á mánudaginn. 3. februar. Já, á mánudaginn. Svo er Newcastle menn að fara að taka eitthvað inn. Já, við erum bara að kaupa einhver ungstyrni. Ungstyrni, bara hjóri í sjálf, bara í nei. Mjög ólíklegt. Tóttu útból þakka fyrir sig. Verið sæl.